Það er stóra spurningin, are you ready now? Klukkan orðin 4, það föstudagurinn 20. og 7. ágúst 2021 og það dagurinn sem að Cristiano Ronaldo skrifaði undir aftur hjá Manchester United. Ég high on life núna. Oftast byrja drengina fyrir fram að mig hvernig þeir eru. Nú ætlum ég bara að útskýra hvernig mér liður. Mér hefur aldrei liðið betur í þessu stúdíó. Ég var að spyrja mér liðið vepað ágætlega vepað. Já, ég var að spyrja drengina hvað haldið þetta að við séum búin að gera marga þætti. Þeir eru örugglega svona 700. En ég hef aldrei byrjað þáttinn ég að peppaður. Og ég ætla að fara yfir á Egil Einarsson sem fyrirlið þáttarins og stuðningsmaður Manchester United. Hvernig þú? Sko ég svolítið á pari við þig blöð. Ég að ofpeppast. Já. Þegar ok, þegar að Hörður félagið minn. Já, við erum að gefa honum. Hann kom þetta undan öllum á Twitter. Hörður Snævar eða Höttmenn eins og hann kallað. Hann sendur okkur klugan 9 fyrir morgun. Það enginn var að spá í þessu. Og hann hann reliable source. Greinilega. Því að ég hef mikið vinur sem eru slúðudrottningar. Og ég met á eftir hvað eru reliable. Og þetta kemur Hörður sem í þannig virka markaðurinn. How reliable Hörður hjá mér í 9-10. Mjög ofalega. Já, hann er mjög reliable. Hann fyllir átt inn fyrir dokk og bara mjög klár náðingi. Toppmaður. Þegar hann setur inn 9 morgun, hörru, strákar, Ronaldo komin í auðvitað, þetta er klárt. Ég fyrir á Twitter, enginn að tala um þetta. Enginn að tala um þetta. Hann sagði staðfest. Já, og hann var með þetta staðfest. Hann fullir þetta í morgun og máli að þú veist, maður ætla bara auðvitað fór maður að hugsa, ok, það var geggjað. Ég var á fundi með C.J. Ég fekk stampinu, Já, ég trúi þess ekki. En þetta sé orðið að veruleika, og veist, ég veit að mikið að Liverpool-mönnum að hlusta. Þetta er svolítið eins og ef að Suárez myndi, ég veit ekki, koma aftur. Ég veit ekki hvað svona púlari núna ennþá góður fótbolta. Þetta er náttúrulega Michael Owen. Hann eiginlega svolítið fyrir sinn með því að fara í United. Hvaða púlar ennþá spil í dag sem ennþá það væri bara Suárez kemur heim. Ég tala það, ef Suárez kemur hann fór í Atletico Madrid. Já, eitt annað þannig að ef púlar ekki sé mögulega skilja. En ef þetta verið Arsenal, líka Arsenal stuðningsmenn að hlusta, hver verið það þar? Ég þú veist, ef þetta verið Newcastle, ég grjótari Newcastle maður. Ég málega þar, ég búin að vera með ykkur núna, við erum búin að undirbúa þáttinn og við erum búin að vera saman núna í allan dag. Ég svo gladur hvað þið eru gladir. Og ég var einmitt að reyna að spyrja ykkur á það bara svo, ok, hvað, þú veist, ég var að áttum á sig hvað þetta þýðir nákvæmlega. Auðvitað er þetta stóra fréttir. Ég datt út í 2 tíma, eina sem ég gerði var að refresha Twitter. Ég sá það og málega ég að segja, hvað er þetta? Hvað er svona, þú veist, auðvitað áttaði mig á því að stórt að fá hann aftur heim á þetta stæðsti, þú veist. En ég einhvern veginn hvað þetta er að gleðja 2 fertuga trúða á Íslandi þá einhvern veginn veit ég bara ok, hann er að haki box, hann er að gleðja allan heiminn einhvern veginn út af allt og hann er að því. En þetta er svona svipað og ef Alan Shearer kemur tilbaka í Newcastle myndi ég segja. Já, í toppstandi. Og hann er líka örugglega frá því að United tilkynntan fyrir einhverjum 7 mínútur síðan. Hann er örugglega búin að selja upp kaupverðið í treyjusölu á 7 mínútum. Allir United eru búin að hækka 5% bara í dag og líklega meira eftir að tilkynntur. Nú er stór spurningstrákar, ætla hann takja aftur sama númerið? 7, Cavani er númer 7. Þeir eru komin í 9%, þú voru 4% upp á hann eftir tilkynntu hann. Hlutabrif United var upp 9,20%. Steindi, nú sér þú fjármálahotni í blöðkastinu. Er mikið ef að hlutabrif fara 9%? Já, mjög mikið og sérstaklega erlend bref og sérstaklega fótboltalið og ég myndi segja 9% upp frá því morgun. Ég hugsa þetta endi svona 14% upp eftir helgi. Fer þetta mikið meira upp núna? Þetta er ekki það mér drull. Já, gæinn kann að búa til cash og geta ímyndu hvað er bara að selja mikið að treyjum right fucking now. Og líka tickets, að selja tickets og Old Trafford. Það getur ekki verið vandamál en nei, svo þetta líka ég skammast mig pínu fyrir hvað það hefur mikið lára á mig því að í gær þá var Rakel að spyrja bara hvað er að bögga? Ég bara, ekki neitt, hún bara, það er eitthvað að bögga og þetta er sönn saga, hún bara, það er eitthvað að bögga. Varstu að hugsa mennsku deildina þá? Nei, þá var, af því hann var á leiðinni í City og ég sagði bara, mér er bara svo að grilla og þetta hafði í alveg áhrif á mig að ég bara svona, ég bara trú ekki að Ronaldo ætli City. Ég reyndi að hugsa ekki þér það er gott fyrir ensku deildin að fá Ronaldo í hana ef hann fær í City og ég elska hann til lífinu hann fyrir City, hann elskar cash hann fyrir City fuck it bara að Ronaldo ég gæti ekki verið fuck it en ég held að sé þannig leiðum maður séðan í bláu treyjunni þá hafði ég líklega ælt en sem betur fyrir koma aldrei til þess en ég vil meina ég er með samsæðiskenningu þess að ég sagði við á hann á kúliakamplu
Ég held að Ronaldo, þeir eru svo líkir, ég er auðvitað ekki saman. Ég held að sko að hann hafa notað City eins og tiny little whore hann. Til þess að fá United sem hann gerir, hann daðrar við City, hei strákar, ég er bara komið til leikar og þeir bara, jú, við þurfum klárir, ok, segist alltaf komið til þeirra, vitandi það að Big Giant Ferg er ekki að vera að segja bara, já, hörðu, skelltu þetta City. Ferguson bókað með kaffibólla. Hvað gerir Ferguson í dag? Hann gæti náttúrulega ekki bókað með kaffibólla, hann var á Ítalíu. Hann er bara baller. Nei, þú veist, er hann í stjórn Manchester United? Það er bara mesta legend allra tíma. Og Ferguson spjalla við hann. Eftir það spjall sænar hann hjá United. Þannig að sko, ég vil meina að hann hefði notað sitt í hann til þess að sæla hjá United og það er mitt faglega mat. Veistu hvað máið þinn sendi mér í gær? Hvað sendi hann? Það þóttast að hann sendi mér á Snapchat, hann Gunnleifur Gunnleifsson? Já, hann sendi mér hann að spjalla við Ronaldo í City-búning eitthvað svona og Hjörstu. Ég ætti að heyri honum í dag. Ég vildi ekki senda á hann. Já, ég sendi á hann og eftir. Skilur kannski kærleis kveðið. Gunnleifur Gunnleifsson, ég er útliklega að hlusta, ég veit það, þú er huge fan, en þetta var skellur. Ég kannski fáið hann setna, ég veit það ekki, það kemur aldrei að vita. En hvernig þetta rengir, að því að svona fyrir manni svo mig, ég er náttúrulega aðalega bara glaður að því að þið eru svo glaður, sko. Og ég er stemningsmaður, þannig að ég er í peppi bara út af ykkur. Já, þú peppast með það. Ég er stemningsmaður. Já, ég er stemningskall og ég er bara svona meðpeppast. En hvernig er það, þú veist, þess að núna er hann var að spila með Juventus. Já. Og núna er ég bara að spyrja í alvöru, af því að ég veit þetta ekki. Má hann bara hvenær sem er bara hætta og byrja með öðru lið? Nei, auðvitað ekki. En hann er að því? Já, hann átti 1 ár eftir samningnum og þetta er enda alveg góð punktur. Ég held að hann farið bara svona hlausur í þessum samningum. Þannig að þú veist, hann hætti basically og þá tekur hann eitthvað tekjutap kannski á sig og fær að fara hann. Já, sko, hann er bara að fá 480.000 pund á viku. Hann að tekjutap er ekki mikið, ég er ekki með kláðugur því. Hvað er það mikið á mánuði á íslensku? Ég vil ekki setja þetta inn. Tæpar 100 milljónur á viku. Á viku? Þú getur lifað á því. Ok, betur 480. 100 milljónur á viku? Já, hann er halva milljón á mánuði. Nei, þetta er betur 480.000 pund á viku. Þetta er, það var enda sagt um Michael Jackson á sín tíma. Þetta er 84 milljónir á viku, 4.800 krónur á viku. Þannig 84 M á viku. Það er ekki svo góð laun. 84 milljónir á viku. Á viku, sko. Ef þú deilið í 7. Ég veit þú ofta að hafa það fínt í fjárþjálfun en anskutin hafa þetta lítur að hann er með 336 milljónur á mánuði. Vá, sem er fín laun. Eða er fín laun? Ef hann verið í tekjublaðinu í Íslandi, hann var að hæstur. Þetta flokkast sem fín laun. Það var að viðkennast. Það er fyrir utan sko auglýsingasamninga og allt hitt rugglið. En ég held, er þetta ekki líka marketing move hjá honum og þetta að United er sterkt í Asíu og í USA og hann veit alveg hvað hann að gera þessi. Hann er að fara að klára samningin einhvers þar í Asíu en málið er að sko hann er networthið hans, ég var að slá honum upp drengir af því að við erum að ræðum hann er sko networthið 500 milljónir. Sko, ég ætla bara að minna ykkur að Bjöggi með 2,5 B. Já, það er samt hrossaskeitur hans er 500, ég trúi því. Já, það stendur það hans sem er 500 nettur þegar 500 milljónir, það er já sko, jú, þú veist, það er meir en flestir Hollywoodleikarar, við fórum við það. 500 miljón dollara, ok. En já, ég minna, hvað er Bjöggi í nú? South Park menn voru að fá 900 miljón dollara bara fyrir að hendi ykkur að bíómyndir, sko. Haldið þið að menn, verður þetta alltaf you want more? Já, því að sko það sem gerist þér í lífinu er að hann á svo mikinn penning að það er grín. Þetta gerist öllum þannig að hann vil stærri snekju. Þetta gerist líka á þér og gerist líka á öllu og þegar sko þú fær nýtt normal. Það sem gerist svo núna, þú veist, þú ætti núna heima blöðum daginn í bara fítn íbúð þarna í Fossvóginum. Fítn, við erum ekki búin að kalla þetta mansion í nokkra vikur. Gömlu íbúðunars asshole. Já, hún bara það var þitt normal og síðan færður yfir í þessa íbúðum sem dag sem er mjög flott, sem er svona net mansion og það er þitt nýja normal og þetta smá tíma mundir líða svona eins og ef við kannski að fara okkur annað og þú er búin að venjast. Nei, ég held samt ekki. Og það er sem gerist með sko við hugsaum að þetta er til næstu 20 ára sko. Ég held að sko fólk venst sko eins og þú kaupið dýran bíl og venst honum og kikkið er farið og vilt fá nýja. Þú ert að tala basically með því að fólk hækka lífstíl. Já, þú veist, alltaf sko standardin. Getur lífstílinu Ronaldo hækkað eitthvað? Ég meina, hefur hann ekki bara gert það sem hann vil síðustu 10 árin? Nei, þú veist, þú ert komið X há-laun, þá alltaf hækkar hann ekki. Þú veist, hann hækkar ekki til það saman hvað hann gerir núna. Þú veist, Ronaldo er ekkert eitthvað að heyri ykkur veitingastað bara, herru, ég plugga ykkur innstæði, ég fæ fritt að borða. Það er loðað milljónir fyrir hverju einustu fæslu, sko. Hann refreshjar
á hverjum degi Excel-skjalið sín networthið og hann vil hækka það. Já, kannski. Menn eru aldrei sáttir. Á kvöldar Björki Tór sé ekki bara retired, á kvöldar sé hann þá í business. Heldur hann ekki hætti það? Ég held að hann finnst það bara gaman. Akkur er Bill Gates ekki bara núna bara á tenni eða á jafnast? Hann ný skilingallin. Já. Er hann skil? Já, fjöldum við eitthvað hann ný skilin. Við fórum ekki til það. Ég veit ekki okkur ég kallaði það svona hátt, örgulega bara því rópeppaður. En svona gæði með svona metna, þeir hætti ekkert og þau getið það sko. Og nú Ronaldo með 480 pund á viku og ég menn það fín laun 84, ertu með 84 miljónur á mánuði Stenþór? Nei, því miður Það viku fyrir ekki Ég hef búin að spyrja fyrirlegan en hvernig ég ætla að vera góðu við að því ég er svo góðu skapi Steindi, hvernig markaðasti leikmaður FNÍ? Já, Býttu það markaðasti leikmaður núna? Ég er fyllandi góður og fróðandi fyrir Það er ekki vassbyrið eða? Það er gott að heyra Það verður góðu við Steindi í dag Ertu búin að fara í eitthvað svona COVID-test í vikunni? Ég er ferskur og ég vil að bara aldrei verið betri Ekkert COVID-test í vikunni? Nei, ekkert COVID-test í vikunni Landaköð sem er COVID Nei Jú, hann er komið COVID Er það staðfest? Landaköðs COVID? Já Er það í alveg staðfest? Hvernig fara hann COVID? Það er bara heim í tölunni 24/7 Já, það er mjög spes sko Sér við til hátíð Þá missar hann króksara hittur næstu helgi Það er króksara hittingur Já, herðu Er það staðfest hann sem er COVID? Já, sko Segðu það bara ekki tala með raskatinu Það er bara með COVID Jú, hann var með beinverki og hitta og kvefi Rauðun og klökum í gær Þannig að þú ert að segja hann sem er COVID Hann er með COVID Nei Jú Er það búin að fá það frá lækni? Það veit ég ekki Ekki þú að segja það Ég er bara að fara í 20 test Aldrei fengið það? Nei, ég veit alveg samt, þú veist, þegar fólk er með COVID Ég veit alveg hvernig fólk er með COVID Hann er með COVID Nei, hann fekk COVID Hvað smitaðist hann? Hann smitaðist örgulega bara Smitaðist af frúnni bara og vinnutengt eitthvað Það er ekki bara að taka þetta á kassan? Jú, það þýðir ekkert annað. Nei, ég meina flestir eru bara einkennalausir og ferskir Þú veist, þú bólusettur og það er ekkert vissin hann er hans svona ræðislegur Getur samt verið svo mikill auðmiki Hann er aldrei að fara að taka þetta á kassan Hann lætur vorkina sér alalveg Já, ég heldur að hafa lagt sér 4 sinnum í gær og verið við smá hita og svona Þetta er alveg Svo er 12 ára sko Er Landaköðs alveg auðmikið? Nei, Ég það var hérna gamla skólan Já, sko, þú veist, jú, að hluta til Hann er eigabarn Já, pappans er að gamla skólanum En sko, Kös er eigabarn Og hefur alltaf verið nettur auðmiki Það var bara út í það að fara Við getum ekki verið að kalla Kös auðmiki þetta Þetta er besti vinnu minn Hann er alveg nettur auðmiki Við ljúum ekki að hlustundum Hann er auðmiki, hann er alveg auðmiki Nei, hann er ekkert alveg auðmiki Hann er nettur auðmiki, hann er mikill munur Alvöru Það er ekki kallað alvöru Hann er með vellu og hann rífur sig upp Hann bara hittar sig dagur Já, Kös er út að hlusta, láttu þið batna maður Við erum eins og það með Svaðaland þátt í dag Herðu, Egil Ég glemdi að spyrja þig, hvað er í spurningkeppnin? Já, hörðu, ég er með gott koncept í dag King of being normal King of being normal? Já, málega, ég var hugst í morgun, þegar ég vaknaði í morgun og fór í sport og sé að þjálfa clients Hugsaði, hver er svona á því að þið eru hot celebrities og þið lifið the celebrity lifestyle En ég er að hugsa, hver er svona Flokka þú þessum hot celebrity Steindi? Nei, og hvernig lifum við En á íslensku markaði, lítur á þessum hot celebrity? Já, ég þekkti, við erum þekktir Frægasti maður landsins Ég ætla ekki að ljúga því Það eru krakkar sem Þannig að þú flokkaði sem hot celebrity Það eru krakkar sem toga í úlpuna mína í IKEA eða eitthvað, skilur við Þú veist, með familj Steindi the hot celebrity, ég ætla að tala í kringum Segðu bara hluti það er ekki hægt að segja þetta þannig Og málið er, og það sem ég er Fólk kannast við okkur Ég er með king of being normal Þannig að hver er eðlilegri Hver er nærði að vera svona the regular Joe? Eru ekki báðir frekar eðlilegir? Nei, þeir eru 2 hot celebrities og það er að segja eru þú Já, Íslandi Já, samt, ég meina að blöð út núna með mynd sem er fjallað af Variety.com sem er stærsta síða í heimi sem fjallað bíómyndir og og ekki, ég tek það ekki að þér og Steinfólk til dæmis hefur verið á góðum árangur erlendis líka í bíómyndum Ég verið á sömu síðu Þannig að ég segi bara að þið eru international celebrities Technically Við erum með geggjaðan klefa, ég veit ekki hvort ég hef kallað þetta geggjaðan klefa Steindi kom með hræðilega hugmynd í dag Nýjum dagskvöld sem heitir Skít í þig Já, Skít í þig heitir hann og við þurfum ekki að fara meir út í það Nei, jú, jú Barnalegt grín eða? Ég elskar gott barnalegt grín Já, þetta er mjög barnalegt grín Við ringjum út í bæill Það var algjör snillingur sem svaraði Steindi Þetta er fyndið síntal Já, þetta er grín Við ringjum út í bæill að svara bara einhver og sagðist að skít í því Já, við segjum hann bara skít í sig Þetta er my kind of green, sko Ég er að hlusta á þetta Já, þú ættir að elska þetta Við erum með augljósa staðlendir í fyrsta sinni í langa tíma With a twist, segir hann Já, það eru bara spurningar í dag Já, C.Joe ætlar að kíkja hérna á okkur eftir með sterkustu pítsu Íslands Þannig að þetta getur orðið mjög skemmtilegt út af setni því við verðum allir að geta eina sneið saman
ég höndla sterka mat frekar vel, þú líka Steindi raumingi sko Nei, ég höndla líka Höndlaru? Já Færið þér pepperoni og pizza? Já, pepperoni, Nei, hérna, fyrir ekki Ég er þetta jalapeno Já, ég spæsa upp flesta mat sem ég borða Ég hef aldrei borðað pizzu sem lætuði alveg sko kvikni í munnum Nei, hann vil meina að þetta hafi áhrif Sko, þetta er nýjasta pizzan hjá Seikin Pizza og hún ávist að vera það sterk að við eigum að finna fyrir hennu eftir En af hverju ætti bara að vilja borða samt einhverja svona pizzu sem er bara ofsterk Hann segir hún sjókislega góð og bara smakkar hún eftir Hvernig kemur Shea Joe? Það er ekki, hann ætlaði að láta mig vita Er hann ennþá completely bald? Nei, hann fekk hári nótt Ok, þú veit hann ennþá completely bald maður Það var mjög sterkt fyrir mig að hafa Shea Joe á sín tíma þegar ég var að missa hári He led me through it Þegar hann var sjálfur að missa það Sko, Seimi vil ekki missa hárið sko Ég sá hann daginn, ég hef ekki séð svona þykkt hár Hann er alltaf TikTok-stjarna Íslands Hefur þið séð hárið á Seimi vil? Það er mjög þykkt, já Það er mjög þykkt Hvor ykkar er með þykkara hár? Við erum með glóðan pari held ég, það ekki? Já, ég held að ég sé nú ekkert með þykkt Þú lögum með það Við erum mjög bara svipað held ég Við rífið hár og góður Rosa þykkt og skemmtilegt En ég meina, séð þið missum hárið Steinþór Þá bara fyrir til Tyrklands og setur 2 ræm á borðið og þú erum konum með hár Já, sko, ég var aldrei alltaf hvetja mig að fara í háringræslu Það er 2021 Já, en byrju, sagði ekki daginn að færið mig bara betra að vera sköllóttur? Jú, þú ert í betra formi Já, sko, ég Ákveð viltu að ég fá hár? Ég hef ekkert að búið sköllóttum og mér finnst þetta að fara þér vel og betur Já, þú ógæsluðu með hár, sko En ég sá ég séð mann líða fyrir það að vera sköllóttur í Bauhaus Nei, hann var pingur lítill Já, líka Var hann lítill og sköllóttur? Ég nefn ekki að heyra þess að sögja Ég hef séð mann líða fyrir það og ég er ekkert að segja að það sé eitthvað að því að vera það Það er ekki neitt Þú segir að því að hann var svo lítill, ekki að því að hann var sköllóttur Hann var mjög lítill og sköllóttur Var hann lítill og sköllóttur Já, og hann leið fyrir það Og ég get ekki að fýrst Ég sá það bara Þetta lag er sérstaklega að spila fyrir kámaninn Hjöpa, hann er mikill blindskeri-maður og ég baði þetta svona í tilefni dagsins Til lukkum með daginn, Hjörvar Alveg með daginn Dr. Football Já, Hjöpi, ammali dag Nei, og að því að Ronaldo er að koma heim Já, hann er mannjumadur eins og því Já, ég held að svona ef hann stýður einhvern klúbarni í Englandi þá er það United Já, hann fylgist lítið með þess Miðst einhvern veginn bara allir í kringum að vera mannjumenn Já, það er svolítið þannig Óli T. og fleiri Já, við erum fáir njúkastlumennir Þú ert ekki Newcastle Er eitthvað Getur svona ánsaflega leðilega Getur þú nefnt mér 2 leikmenn sem spila fyrir Newcastle í dag? Það sjálfsögðu Hver eru það? Ég bara svara ekki, ég nenni ekki að svara þér Þú ert ekki með það Þarf ekki að svara Þú horfir ekki á hreina leik Að sjálfsögðu horfið Alla sérir Ég ætla að hætta að grilla steinda á Newcastle og fara í slúður Er það brakandi fest erlend slúður? Brakandi fest erlend slúður Ég ætla að byrja pakkan á Kanye West Hann er að gera allt vitlaust með þessari nýju plötu sinni og er alltaf að halda þarna einhverja tónleika og eitthvað Sko það sem að gerðist núna í Chicago á 5. daginn sem var bara í gær er að Kim Kardashian, þau eru að skilja þau standi í skilnaði Hún er búin að vera að mæti í ykkur hlustunarpartí Hún mætti á sviði í gær í brúðakjóln Já Já, hérna er ég með myndir þessu Þetta er hann að Donda dæmið og þarna sjáum við bara Kim Kardashian á sviði með Kanye í einhverju lagi og hún mætti bara í brúðkaupskjóln En er þetta vissum að það sé hún? Já, það er staðfest Málið er að ég elska Kanye West Kim stepped out in a stunning wedding dress Hvað kjafta er þetta? Það er komin During the song No Child Left Behind Það er komin alvöru pressa á þessa plötu Hann er búin að promóta henni svo rosalega Hann er búin með 2 risa hlustunarpartí fullt af tónleikum Það er komin alvöru pressa á þessa plötu Er það hann með Marilyn Manson og Baby líka? Hvað er Marilyn Manson að gera? Ég veit ekki, platan átt að koma fyrir alveg einhverjum 2-3 vikum sko Hann er alltaf bara að segja fólk, hann láta fólk bíða Hann er alltaf að fresta þessu? Já, hann er alltaf á hótinni Það er vestan á Kanye Já, ég veit En er ekki einhvað skrítið við það? Kim hefði mætt þarna í Þau eru bara vinir og með honum í ykkurum gjörningi hérna en maður er að með hvernig að prómóta plötunni þá lítur hann að vera það confident að það sé bara besta plata sem gefur út við verið sko En myndi hann ekki alltaf segja það saman hvaða plata það er? Jú, en ég er mjög finnst alltaf nýjasta Sko ég vakti báða föstudagana sem platan að droppa á Spotify og það gerst ekki neitt En hvernig er hann að koma það núna? Ég bara eiginlega veit það ekki og maður hættur að trúa dagsningum Ok, næsta slúður er að Channing Tatum er sexy leikari, toppmaður rosalega hugulegur skemmtilegur leikari hann er að deyta Zoe Kravitz leikonu sem er dóttir Lenny Kravitz Já yes. Þannig að þau eru svona nýjasta parið í Hollywood Sko mér finnst Lenny Kravitz
vera eitt svalasti maður bara á jörðinni sko. Já, hann eitt svo allsvalasti. Það ekki? Verðum við ekki bara að taka það? Það ágætlega hart að eiga Lenny Kravitz sem tengdapappa. Manstu þegar hann var með stóra trefilin, myndin, þegar hann bylti internetinu bara með stóra treflinum og sólglerun. Já. Þannig að þau eru vist svona nýjasta pari í Hollywood. Ég er að skoða, hún er nákvæmlega eins og Lenny, já. Nefna bara female. Þau eru alveg eins sko. Hvað heitir hún? Þetta er rosalegt. Ég ætla að googla hann, hvað heitir hún? Zoe Kravitz. Z-O-E Kravitz. Z-O-E. Já, bara, þú veist, þau eru nákvæmlega eins sko. Sumi hárgræslu og bara þau eru alveg eins sko. Það er rosalegt sko. Eitt sko besti vinur konu minnar eitt besti vinur Lenny Kravitz. Hann segir þetta sé svalasti maður í heimi sko. Það er rosalegt sko. Hann er rosalegur sko. Engi vinur minn er besti vinur Lenny Kravitz sko. Nei, ekki á mér heldur. Vinur minn eru bara fyllibittur sko. Já. Enga vinir sko. Já, ég er alveg sammála því. Blue celebrity friend sko. Nei, ekki ég, kona mín. Svo allir endast slúðrið á þetta er eiginlega, sko, ég hef fjallað með þetta áður. Þetta er ofta byrtast í slúðupressinu. Charli D'Amelio hérna og systir hennar sem eru einhverja stærstu TikTok-stjörnur heims. Já, það eru sem sagt muni, ég var búin að segja ykkur, hún heitir Dixie líka. Og þetta er eitthvað vel brengla liðið. Já, og foreldrar þeirra eru komin inn og þau eru komin sinni eigin þátt á YouTube. Og foreldrar. Já, foreldrar eru komin hérna TikTok-reikning og eitthvað. Núna eru sem sagt foreldrar að biðja um að vera lengur í húsinu því að sko systir hennar Dixie var 20 á dögunum eða hvað, 21, 20. Og hún er efnaði að flytja út. Já, það eru orðna moldríkar en nú eru foreldrarnir að reyna að passa að þau séu enda heima upp á kontenti sem þau geta gert á heimilinu sem fjölskylda. Ég fæ bara svona ógeðs. Þetta er ógeðslegt. Já, líka sko, ef þú ferð inn á fjölskyldinu og horfir á pappan í þessum vídeóum þá sér það alveg bara, ok, he's loving it. Hann vill aðteglina, hann er bara Þetta er hálf ógeðslega. Það er eitthvað að pappanum sko. Maður sé þetta strax á þetta myndum sko. Já, hann sko. bara vill vera jafn frægur og dætur sinna í staðin fyrir að leifa þeim bara eiga en svona sviðsljósið. Myndirðu nenn að fá Kitta Brits pappa en á Instagram að vera að gera svona story? Já, reyndar. Ég hefndi borga peningur í pappa að vera að gera þessi story sem þessi villisingur að gera sko. Pappin er mikið í svona hvítum svona Richard buksum sko. Serðu ekki bara á hann? Hann er hvítum, Richard læði fröta, hann er í buksunum, hvítum buksum, maður þetta ég gleymi þið aldrei. Hann var í hvítu ég-böksunum á bimmanum. Já, læði hann fötunum bimmanum. Já, það var rosalegt moment sko. Þá voru hlutabrifin að hækka. Já, þá voru hlutabrifin eiginlega bara í botni. Það var Rikki in his prime sko. Þetta er allt down the shitter síðan þá hjá Richard. Nei, ég veit ekki síðan í hvítum gallaböksum. Ég er þetta heitir Rikka í dag. Hann var rosalega hugulegur og kemur vel undan sömri og lífið leikur við það. Ekkert vesen á Rikka. Men Rikki er samt ég hrósa honum, nú ætlum ég bara að segja alveg satt og Rikki veit þetta og hann hlóaði þessu sjálfur Ég hrósaði Rikka rosalega í júli af því að hann hefur alltaf við höfum verið að lifta saman og æfa saman og hann bæti svo vel á sig alltaf þegar golftímabilið byrjar þá tekur hann bjóra með sér í golf og er bara með samlokur eitthvað svo hitti hann í lok júli og ég bara djúvillir ánaði með þetta, djúvillir vel út hann bara, já, ég bara ákvað núna, ég tók liftinga þetta með og eitthvað og var ekki bara í golfi og bjór og eitthvað, ég bara ok, geggja herru, svo fer hann í sumafrí með fjölskyldinu sinu, keyptu sér hérna ekki húsbíl, heldur hjólhýsi það var pínu svona að bara ferðast á ísbíl ég held að hann sagði mér að hann er búin að setja á sig 11 kíló á 3 vikum nú spyr ég þið sem engaþjálfari er þetta ekki met? Er ekki erfitt að setja á sig 11 kíló á 3 vikum? Hann er bara svo jójó Ég er sann séð 8 kíló á 8 dögum sko ég séð insane weight gain sko þannig að en það er samt rosalegt weight gain ég séð Rikka náttúrulega hann er eins og Rikki er eins óheilbrigður í lífstílunum sínum og hægt er sko eins og hann getur verið heilbrigður hann er fólk er að hlusta ekki elta Richie það sem er best í þessu er að vera svona consistent yfir árið sko já ekki taka bara svona ógeðslega strangt ég meina hvað var hann að geta í sumafrí það er bara helviti góð spurning en þið verður bara að spila Rikka því þetta var slúðfrið hér í FNÍ blöð við fyrir í þekkið ekki hér strax eftir auglýsingar ég verður að taka undir með Frikka Dór þarna hvílíkur dagur byrjaði illa, það var skýta veður í morgun og Ronaldo lendi sitt en svo nú er bara blíða í borginni og drengi við erum að og Ronaldo komin heim við erum að fá kveðjur hérna og þann og heiminum það var hérna það er hópur að tjena rífa hlusta ég er bara að gefa þeim celebrity retweet sko það sem er gott við þetta er að það er pakka Richard saman það taka einhvern veginn mysteriously Richard inn þó að segja ekki með einhver dag og setja kleinurhygg emoji fyrir aftan I love that shit sko það er Rikki með þitt bak hann getur höndla smá gaggrinni já
Og eins og blöð bettu á hann fór í sumafrí og búin að ströggla það síðan og það voru fljótar að skjóta það sá hann enga stund að taka þetta af sig. Þannig að það voru að fá retweet að það eru íslenska dömur og hlusta okkur frá Tenerife. Ég djúið þetta til að vera á Tenerife núna. Goddammit. Já, ég bara nýkomin að það og ég bara veður á Íslandi Ógeðst. Mála, ég var í lagi núna. Ég lappa út í morgun heima. Já, það var storm. Sko, ég að lappa út úr kórakverfinu upp á fjalli í Beverly Hills og svona veri. En það komst alltaf út í bíl. Kallar þetta Beverly Hills þetta við kórakverfinu? Nei, fólk kallar það Vodka Hills. Hvaða fólk kallar það? Bara fólk, út af þetta eru upp í fjalli. Já, Beverly Hills. Það er ekki sem kallar þetta neitt maður. En svona utanlandsverðir að þegar ég fór í viku ég fann bara það er ekki nóg að því að þú veist, þegar maður er úti að kannast að því við tilfinninguna að það komin út kannski úti í 2 vikur eða eitthvað síðasta daginn þá ert alveg ok, ég er alveg klári að fara heim. Það vantaði rosalega þarna upp á. En það er samt rosalega skrítið því að leið og lendir svo í Íslandi þá byrjar að hugsa bara af hverju langar henni heim. Það er búið með, mér langar aldrei heim lengur. Nei, ég held að fullkomna að ferðin einu skutt sem ég hugsa mér langar heim það er í AC-ferðunum sko því þá ertu bara í blackouti í 5 daga. En ef þú ferði til Tenni smá dagdrykju, steik og raut og bara varst öndun og svona, það langar aldrei heim sko. Nei, en ég er að segja að ok, ef við ættum núna að ákveða hérna við í FNU fullkomna ferðalengd fyrir hlustendur Er við 12 ára með það? Er við 14? Það fyrir eftir hvar þú ert. Náttúrulega ef þú ert í AC þá myndi ég segja 3 dagar. Ef þú ert á Tenni þá myndi ég segja 12 dagar. 12 dagar, er það ekki? 2 er bara að tekja einhverja ferð og það er hérna ferðalagi tekur 2 daga af þessu. Já, ég myndi segja 3 mánuðir Tenni. 3 mánuðir? Já, það er engin ástæða að fara heim. Nei, ef þú þarft ekki að fara heim, þá bara ertu það. Þá ertu samt bara, hvað ætlar að gera í 3 mánuði á Tenni? Hvað ætlar að gera heima? Já, þá ertu bara að hitta fólk og viniðin og vinna og Herðu, ég nenni þessu væli ekki lengur. Við ætlum að fara í drengi, hvað þýðir þetta hérna lag hjá fórsetum okkar? Það er þekkið ekki. Það er hárrétt. Og strákar GTRN og Jón Jónsson komin hérna á fóninn. Já, ég var opnað með einn ískaldan túborg. Já, ég rána með þetta skilið. Endartu bara flottastur. Drengir, Hvor ætla fram á undan? Ég ætla fram á undan. Ok, mér er alveg saman. Mér finnst að ég er búin að, ég byrjaði þetta þannig. Ég var alltaf fyrstur og nú ætla ég ég á alveg 1-2 skipti inni að fara fram. Ég stekk fram. Já, hoppaði fram. Drullaði þá fram. Heyrðu, ekkert svona, ég fer bara fram. Hægur að standa upp og hægur að hreyfa þig. Okkur leikur, ekki þetta. Rosal K.O. sem stelpum á Tenni að setja kleinurhinga emoji-kallið fyrir aftan Richard. Já, já. Alltaf sem voru að jafna sig. Getur þú heyrt í Richard og eftir það? Ég held að sé bara nokkuð feskur. En ertu tilbúin í þekkið ekki? Rétt. Já, svona, nei, en jú, ok. Það er ekkert svo erfiða núna. Okay. Kannski ein sem er svona pínu. Ok. Ertu ready? Og það svarur mig að Steinþór? Mig, ok. Þig? Ég er ennþá að ná þessu. Það tekur svona 2 ár fyrir að ná það, sko. Við erum búin að fara svona 20 sem ég veit, en til þú nýbyrjaði þessum. Ertu ready? Þá kemur hér fyrsta spurning. Hver er besti dag lífsþíns hinga til fyrir utan krakkana hérna? Ég nenni ekki eitthvað að aðra börni fældust. Sko, teknikli er það dagurinn í dag, sko. Nei, þetta er ekki. Já, veist, sko, þessi fyrsta sem poppaði upp var ég geggaði með Beisundur. Þú geggaði með Beisundur? Og það var rosalega Var það svona, veist, ef við erum bara nú eru við alveg hreinskilnir. Já. Var það bara einn af bestu dögum lífsins? Að gegga með Beisundur? Já, að ég veit að þú væri bara að segja þetta í gríni en eftir lífin blöð, sko. Ég gegga með David Guetta og Scooter og fleirum svona stórum artistum en að gegga með Jónasi það er skemmtilega sem ég gert á aðeins minni. Ok. En hvað ætlar að setja? En það hefði verið svarið mitt. En ég er að velta fyrir mér er daginn í dag betri og Ronaldo er komin aftur á. Þannig að það er þessi 2 dagar sem komið. Ég er einu velti fyrir mér og ég er ennþá svona í nektir vímu út af að hann var að mæta. Það er ekki ósangætt að velja hann að dag. Ég ætla að velja þá bara því ég gegga með Beisundur. Ok. Og þú ert ekki að fýblast með það? Veitu hvaða dagur eru betri hjá mér en þetta? Ég veit ekki. Þegar ég geggaði Nú ekkert eðalega gaman, sko. Með Beisundur. Ok. Ég vona að one day I can do it again, sko. Já, það verður gaman fyrir þið. Næsta spurning. Hvað er your guilty pleasure? Hvað gerur þetta gaman sem er svona pínu grilla, fattar þú? Sem veist, ég veit að þú ferð í ræktina því að það er gaman en það er ekki guilty pleasure. Svona sem ég geri sem er weird. Já, bara svona sem er eitthvað, veist. Til dæmis svarið mitt væri ég horf á Love Island og það er svona guilty pleasure. Það er ekki endilega að tala um eitthvað horfir á. Það er ekki bara good shit entertainment, eða? Jú. Ég horf svona Bachelor í Paradise um daginn. David Spade
En ég Chris Harrison. Ok, ég hef aldrei hort á Hvað þarf að gera í því? Ég hef aldrei hort á það. Það sko, þú veist, þá ætti að missa veistlu, sko. Það er sko Love Island, horfðu þá á Bachelor in Paradise, sko. Sko, kona mín kom með góðan punktum daginn, hvort það bara, barnavendin myndi ekki taka börnin af okkur, myndi fatti verið búin að horfa á 47 tíma. Nei, þetta er high quality TV. Sko, reality TV er veistla. Ég er búin að Bachelor og Bachelorette, engin Íslendingur hefur hort meira á þetta en ég. Ég elska þetta. Ok, en hvað er your guilty pleasure? En það er ekki það, ég er ekkert guilty við því, ég minnst þetta bara high quality TV, ég hef ekki samskipið við því hérna segundu, sko. Ég er bara viðurkenni það, ég horfa á Bachelor, ég horfa á Bachelorette, Bachelor in Paradise og David Spade er minn maður, hann er komin þann inn. En ég myndi halda sko það sem ég gerir til gaman sem er skrítið, þú veist, fólki finnst þetta ekki skrítið en ég er gaman, ég þrif óður, ég þrif mikið heima, ég setja með Airpods inn, hlusta gott podcast og þrif og ég þrif óður. Er það for reals? Af því að konan... Akkur ætti ég að ljúga blóndi? Af því að þeir hringdi konan í blöðkastinu og var að fara yfir þetta hvort það verði allt satt sem þið sögðu, þá var hún að tala um hvað var mikil sóði. Nei, sko, stundu gleym ég fötum á gólfinu, sko. I'm only human, Harry. Já, ok, þannig að your guilty pleasure er að þú ert þrif óður. Já. Ok. Ef þú mætti vera söngari, hvaða hljómsveitar sem er? Hvaða hljómsveitir er fyrir valinu? Má ég velja DJ líka, þetta er bara hljómsveitir. Hljómsveitir. Ok. En þú myndir vera með sönghæfileika söngarans, fattur þau? Yes. Þannig að við erum ekki að setja þig á svið með þína rödd sem er by the way ógeðsleg. Ekki söngur. Ekki fallega sagt. Nei, hún er ekkit ógeðsleg, en þú kannt ekki syngja. Nei, þetta var niðurlægandinn, en áfranga. Ég tók þetta tilbaka. Sko, þessi poppaði fyrst upp og sagði þetta. Og maður ekki alltaf að fara að þessi poppa fyrst upp. Jú, ég held að. Ég er mjög líkur einum söngara. Það ertu ekki, en veldu bara hljómsveit. Metallica. Vá, ég get gargað lög, ég geti bjargað með Sad But True, heyrðu þetta? Nei, heyrðu, það er Metallica. Og svo er það síðasta, sennilega eina erfiða spurningin í dag. Hver myndur þú segja að vera styrkleikið þinn í beddanum? Í beddanum? Já, hver er þinn helsti styrkleiki? Eða þú verður að lýsa ykkur einu. Þú veitur komið inn svona, ég held að þetta vera eðlilegt í dag. Þetta er búin nokkuð eðlilegt. Þetta er ekkert fram að þessu, jú, þetta var mjög eðlilegt. Við erum samt í raun ekkert að þessari spurningu. Ég myndi segja, sko, nei, ekkert aðeins, alls ekki, sko, með okkur sem við erum með áður, þetta verið sloppið. Já. Hvað er aðeins Steindóri, veist? Hvað var þinn styrkleiki? Hvað myndi segja að vera á honum, veist, þú horfur á honum. Hann að býða bara hann við rúðuna. Já, og stendur hann ekki bara á prentarnum sem ég ger alltaf. Hún er leiðist. Já, þetta er óþolandi, ég er einbyttað mér, hann er að psych me out núna, sko. Ég myndi segja að minn styrkleiki er hvað ég gef mikið af mér. Herðu, ok, farðu fram. Thank you. Þetta er agalegt svar. Mér finnst bara óþægilegt að skrifa þetta. Nei, þetta var ekkert viðbjóður. Þú varst að segja þetta var nokkuð þægilegt. Herðu, þá er... Það var að segja þetta var viðbjóður og leiðin út? Nei, einarna í restina. Annars er þetta mjög þægilegt. Ok. Steindi mættu, hvernig ertu þið, Steindi? Ég er bara feillandi góður og fróði fín. Það er gott að heyra. Já, ég er í stuði. Egil var nú bara nokkuð hreinskilin. Ég held það. Ég ætla að sjá Candyman í kvöld í bíó. Candyman og það byrtist hann bakum hann. Tilbúin. Já. Hvað var besti dagur hver er besti dagur lífsins hingað til og ekki börnin þar inni? Já. Þessi eru erfið maður. Basically eitthvað sem þú hugsa bara þetta er bara einn besti dagur sem ég átt. Hvað kemur fyrst í hugan? Þú veist, ef við erum að tala þú veist, einmitt, þú ert að mínusa krakkana þarna frá. Þú veist, það er ekki fæðing bennina mína og þetta, ég ætla meira að segja blöð að mínusa bara núna líka frá eitthvað svona þegar ég heiti konuna mína og eitthvað svona, við tökum þetta allt frá. Það alveg hafa það, nei. Við tökum þetta allt í byrtu. Nei, það var ekkert besti dagur lífsins það. Var það skemmtilegu dagur? Ég er að tala bara hvað var skemmtilegast í dagur. Þú hitti konuna hennar, þá varst ekki viss það að þið myndu eignast tvö börn og þetta saman allir sá. Já, þegar þú segir það, veistu hvað? Fyrsta sem er datt í hug, svo náttúrulega geti ég alveg verið ósamála þessu bara á morgun, skilur við. Þetta er bara fyrsta sem er datt í hug, við erum bara í beinni útsendingu. Það er bara, þú veist, þessar ferðir, þessar spilafíklaferðir sem við félagarnir fyrir stundum í, sem eru náttúrulega, við erum búin að rakka mikið niður í gegnum tíðina, en þær eru líka náttúrulega ógeðslega gaman á meðan þeim stendur. Hvaða dagur í þessum ferðum ertu að tala um? Dag ertu að tala um? Ég væri örugglega að tala um bara, þú veist, ég held að sé bara, þú veist, að það er líklegast ferðin, það er þetta til, sko, veitu, það er alltaf sé ekki ferðin þegar við förum síðast, lendum í New York, förum á Seinfeld upp í stand. Þannig að það sá dagur?
Já, þú veist, og engin mannin svona eftir að sá engin Seinfeld, að sváfa allir sýninguna, það voru allir bara búinir á því einhvern veginn eftir gott skrall daginn og ég var náttúrulega síðan á leiðin yfir til AC var ég vígðurinn í Lions sem Ok, Seinfeld dagurinn í AC er besti dagur lífsins. Það er náttúrulega til sko finnasta vídeo sem ég séð ever er þegar þú og Hugi sem eru í The Lions, þið kallið ykkur ljónin í kasinónu, þegar þið víum inn í The Lions, sko ég held að meir ekki það vídeo verður aldrei sítt sko, þú kemst ekki inn í The Lions nema að vera búin að gambla í 5 ár hvað var það, 7 ár? Þú voru að vera búin að fara yfir 15 spilavíti og gambla yfir 7, þetta er eitthvað svona ég man ekki neitt ekki heldur að mála að þið eruð að víja mig inn í The Lions í Limosíu á svona 150 því að gæðin vildi losna við okkur út úr bílnum frá New York yfir til Atlantic City sem er í alveg skrautlegasta vídeo sem ég sé á æfminni og það gæti nú verið að við þurfum eitthvað að posta því. Sama kvöld næ ég ekki að opna töskunum mína. Nei, þú náður ekki. Ég var svo api bara með tösku. Sko já, þú landir í töskuna nokkur sinni, hérst þú myndir opna hana með að lemja hana, hún er rend sko. Næsta spurning, hvað er svona guilty pleasure hér? Hvað gerir þetta gaman sem er, þú veist, svona pínu kannski steikt? Þannig að það er ekki að fara í tölvuleiki, ég veit að það er gaman en svona guilty pleasure. Sko reyndar ætla ég að segja tölvuleiki, því að það finnst öllum svo skrítið að einhver. Nei, þú ert tölvuleikja maður. Segir tölvuleiki, já fólki finnst það samt alveg stundum spes sko, ég segja að leika mér í tölvuleikum sem ég finnst náttúrulega ekkert skrítið. Hvað gerir ég mér svona gaman, ég gerir símaðut. Okay. Og það er ekki eins og tengt útvarpi. Nei, ég sko mál er að, þú veist, ég og félagi mínir í Mosbæ, við tökum stundum bara svona, við heyrumst og við förum kannski að fáum okkur ís eða eitthvað og eða förum bara rúndinn og kannski, þú veist, ég veit ekki 1000 kall í kassan eða eitthvað, bara eitthvað heimilislegt og þetta er svona, þá keyrum við og ég svona ringi og þá yfirleitt við vitum alveg hverjir, við erum að ringi í vini, eða þú veist, nágranna vin okkar og ég er að senda fólki yfir og svona, við erum ekki, ég er ekki dýneinu, ég er ekki útvarpi eða, og stundum er þess að hef ég ringt bara í sófanum heima og segir hún bara, hvað ert að gera? Ég er bara eitthvað svona, setja í síma bara djókmund og ringi eitt símtal. Það var alveg ef þú mætti vera saukur í hvaða hljómsveitar sem er. Hvaða hljómsveitir eru valin? Ég myndi vilja vera rappari alltaf ekki segja ekki bara svona ef ég horfi á, ertu ekki að tala um bara svona ég hefði verið partur á Wu-Tang. Í alvöru? Já. Myndir fyrir ekki vilja vera í Wu-Tang heldur til dæmis bara söngurinn í Guns N' Roses eða Queen? Já, miklu meira. Ég hef bara verið með Old Dirty bara einhver staðar og rappi einhver staðar. Síðasta, hver er þinn helsti styrkleiki í beddanum? Helsti styrkleikin í beddanum? Já, hvað ertu sterkastur, Ganni? Hvað er sterkastur? Ég held ég sé bara svona ég held ég sé bara jafnvígur þú veist ég bara svona einhvern með jafnallur. Hlýtur að hefa eitthvað styrkleika. Hvað er svona hvað minnur hvað færðu mest pepp fyrir? Hvað færðu mest pepp fyrir? Og það er bara það er bara þú veist ég held ég sé bara svona ég held ég sé bara hérna bara svona fínt skilur bara svona allstaðar held ég bara það hlýtur eitthvað að vera betra en annað. Það er lengi í þessu. Hver er helst þú voru að sagða? Þú getur ekki sagt bara fínn í öllu. Nei, þú spurði kona maður, ég veit ekki hvað, þú veist hvað myndir að halda? Ef hún var reyna, hvað heldur hún myndir svara? Hver er svona þinn helsti styrkleiki? Helsti styrkleiki? Bara er það staminan? Þú lengi eða? Já, meina Þú harður eða? Og ég bara það er ógíslegt maður. Þetta er alveg óþægilegt. Nei, það er bara því að þú ert að gera þetta óþægilegt. Þú svarar bara eitthvað, hvað myndir að halda? Ég er að reyna að hugsa eitthvað. Þú veist, hvað átt fjölbreyttur? Þetta er mjög óþægilegt. Ég er bara, þú veist staminan. Nei, þú er að segja eitthvað. Já, ég veit það. Ég er að reyna að hugsa eitthvað. Ég er tómur, sko. Byrju hvað, áttu enga styrkleika? Jú, þú veist, ég hefði haldið bara að ég væri bara basic sko. Bara svona solid basic sko. Nei, þú veist, ég verð að segja eitthvað Hvað ætlar að segja? Já, ég meina sama hvað ég segi, ég þori ekki að segja neitt sko. Það getur verið bara í 2 ár Nei, það verður ekkert Þú veist með góða staminu, hvað ertu að tala um? Ég bara endist það Já, ég er bara að hjálpa það með eitthvað Já, ég get alveg verið þar Hvað endist? Já, þú veist, stundum náttúrulega ekki Hvað er styrkleikin? Já, ég
Ég er að hugsa þetta maður. Ég er bara, hvað segjum það bara. Hvað vendist lengi? Já, þú veist. Já, þetta það er ekki rétt í þessu sekundum minn. Nei, við bara dætt ekki til hug. Nei, það er ekki nóg gott við þið heldur sko. Nei, ég veit það. Ég heyri það. Þú getur ekki hrósaði fyrir neitt. Jú, ég get alveg hrósað. Þá átti ég að segja bara eitthvað spesstellingu eða hvað er maður? Ég er Jói komin en við förum í smakk og eftir. Já, klárum þetta og svo fá að smakka sterkustu pítsu Íslands. Ég ætla að byrja. Þú er lengi. Já, það var svo lengi með síðustu. Stendur ekkert eðla hæg. Nei, ég var bara, þú veist, ég var ógeðslega lengi með síðustu. Því að, þú veist, ég þarf líka að passa mig svolítið. Ef ég segi eitthvað rangt, þá ert þú að fara að nota það gegn mér í tvö. Human turtle, það svo ert. Nei, það er það bara, Egill, ég spurði Steinda hver er besti dag lífsins hingað til fyrir utan krakkana. Hvað heldur þú að Steindi hafa sagt? Já. Sko, besti dagur lífs Steinda fyrir utan þegar að hann eignaðist The Children. Það var líklega að verið þegar að Skylagún leiði jöllur ofan. Þannig að halda. Þú veistu hvað, Egill, að segja þetta að því að þú fáið því, að því að þú sem ég fáið því, þú hefði geta tekið þetta svar. Þetta er gott gisk. Þú hefðir geta giska á réttana. Ef þetta var í nálæstíð? Já, mjög. Það? Ég þannig sér. Hvað var svarið? Að því að svarið var Sæmfildagurinn þarna í AC. Nei, bara spilafíkla. Nei, þá er þetta að segja sundlegin í Vegas. Það hefði giska á það, þú varst með flöskuborði í sundlegin. Ég hefði gefið nú rétt fyrir það. En viðurkenndu að dagurinn daginn þessi frétt kom út, það var ekkert vesti dagur æðiðinnar. Nei, auðvitað ekki. Nei. Akkur þetta var vesti dagur æðiðinnar þegar þessi frétt kemur út. Nei, ég segi það. Frábær frétt. En þú veist, þú ert bara svo kekk spilaður og þú tekur allt einhvern veginn og sann ekki. Ok, ég bara, er ég með 0 púnta? Þetta var ekki vesti dagur æðiðinnar. Nei, auðvitað ekki, var þetta vesti dagur æðið þinnar? Nei, nákvæmlega. Mjög skrítið, þetta var vesti dagur æðiðinnar. Það hefur verið heldur spes. En það ekki punkt? Nei. Ok. Hvað meinar þú? Þú ert ekki að reyna að fá punkt. Það er að bugga mig bara svo vita. Ég er dómar að kemna það. Þú ert ekki að reyna. Þú ert ekki að reyna að fá punkt. Ef þetta er brandarakefni, þá þarf ég að fara að svara stöður sig. Ég er að reyna að fá punkt. Ég fer að stoppa þetta bara svo vita. Þetta er ekki brandarakefni, sko. Ég er í álur að reyna að vinna þetta, sko. Þú vissir að þetta var ekki best að ræða. Ég get farið að gefa þér þetta nokkur rótök, en ég er að reyna að vinna. Hann er allan daginn hana. Er ég allan dag? Ég var aldrei farað ánga. En ekki það, ég vil ekki fara ánga. Ég bara hef ekki farað ánga. Ég spurði eiginlega sömu spurningu hver var besti dag lífsans. Þú veist, það liggur ég segi bara þegar Skylagún opnaði, sko, því að hann er með á heilunum. En besti dagur lífsans er samt lóntengt. Ég ætla að segja þessi nýlegt. Nei, veistu hvað? Ég ætla að segja þegar hann var hérna í þessum sullupollega þetta á Húsavík, allt út í svona pollum sem menn fara í og fá bjór. Þetta er svona trenda. En ég ætla að segja þessi dagurinn dag. Hafa tæft hjá honum. Það var þegar hann giggaði með Beisandir. En málega þess að, mér láka sér mig að gefa það punkt. Þegar þið blöðspurðum á hann og sagði ég það er eiginlega dagurinn dag. Já, ég meina þú veist. Því að þetta er geggjaður dagur. Já, ég meina ég er búin að heyra það í alla morgun. Ég spurði þig svo, Steindi. Þetta er semipunktur eða satt 0 punktar? Það er 0-0. Steindi, hvað er guilty pleasure hjá Agli? Hvað gerir hann sér svona, þetta er gaman sem er pínu grilla? Sko, Egill er ekki svona típan sem er eitthvað heima að sér að safna frímerkjum eða eitthvað. Nei, hún er ekki típan. Ég held að sem er nokkuð grillað, segir þú veist, bara svona guilty pleasure eitthvað. Já, ég skil gott við en það er erfitt að tengja eitthvað svolítið svo Egill. Mér finnst Egill vera svona maður sem fer í sófan og horfir á einn sjónvarpsþátt og það sé hans guilty pleasure og ég ætla að segja að það sé bara basically að ég ætla að segja að það sé bara Nei, býttu. Herðu, hvað er að gerast þinn? Hvernig svarið þið tekið það? Ekki metnað ég er ekki metnað það, mér langar í stig. Ekki stress mér með. Nei, akkur þurfa að stressa okkur svo? Akkur megum við ekki velta steinu? Við erum að fara að smakka pítsur hérna, ég hann til í og við skuldum auglýsingar og komum með svar. Nei, ég er á tímanum. Guilty pleasure, ég ætla að segja að sé ég ætla bara að segja horfa sjónvarpið. Nei, hann er þrifóður. Það er að þrífa heima á þessu, segir hann. Býta aðeins, slökum aðeins á. Þrifóður. Það var svarið hans. Það var það sem konan að sagði í blöðkastunum daginn þegar þú kannaði þetta, faktcheckar þetta, hann væri ymmit lélegast í, hann var í mesti sóði allar tíma. Sama ég sagði við hann, hann sagði að hann gleymist undir fötum en hann er ógeðslega gaman að þrífa heima á þessu. Þetta er bara ekki rétt. Það er bara með guilty pleasure. Menn eru bara ekki heiðarlegir. Nei, það er mjög stuð, veist, ég fer að taka það fundið bara svo vitra. Hvað er guilty pleasure hjá Steinda? Hvað gerir hann sér gaman sem er svona pínu steikt?
Sko það ekki gaming þegar hann alveg opið með það og það margir sér ekki sem eru fullónir það þeirra guilty pleasure að bara logga sinni í LAN-herbyggið, setja þessi headphone-in og spila Counter-Strike við eitthvað úlingar sko en Steindi viðurkennir það sko Mér ekki það Ég myndi halda svona guilty pleasure hjá honum það sem honum veist gaman að gera Hann fróa sem ekki Ég fyrir að setja stopp í þetta er ekki hægt að spila það með hann Ég spurði Steinda Það er ekki hægt að spila það með hann Þetta er eiginlega bara dögt Ef að Steindi mætti verið söngur hvað hljómsveitir sem hvað hljómsveitir eru fyrir valinu Hvað sko það sem poppar upp ykkur rap hljómsveit sko Já, þú ert ekki langt frá þessu En síðan bara ég hugsa sko Nei, þú ert heitur Þú getur fikið punkt Er ég heitur núna? Já, mjög Í álurinu? Já Íslensk hljómsveit eða? Íslensk Ég rafljómsveit? ætla ekki að segja meira, þú bara heitur Spice Girls Nei, Segðu þetta, segðu hvað þetta er orðið þreytt Nei þetta er með 4 gerlur þar sko Málega er að liðurinn blöð Hvað sagði Egill? Liðurinn er Ég er bara að taka hann á teppi Liðurinn er geggjaður En hann er ónýtur En að liðurinn er Þetta er orðið geggjaður eitthvað trúðahotni hjá honum og ég mun taka hann á teppi Málega, þekki Þetta er ekki trúðahotni með þér, ég er bara að svara Málega, Egill, hvað svaraði hann? Sko, konseptið sem dagskálið er að við erum að vera að opna okkur og hleypa okkur Ég tek hann á teppi Málega það, Egill er bara að skemma hann Hvað taka mig á teppi, hvað getur ég þið núna? Af því að þú verður hagar í þessum lið Þú verður að svara satt og reyna að svara rétt Já, sko, annars er þetta ekki, sko, hlustendur vilja vita í alvörunni hvað er your guilty pleasure Þú ert bara orðin einhver Bjarni Töfvermar út í hotnur en alltaf hlæja Steindi, þú fótið blöðrudýr út í hotni Hvað sagði Egill? Það mætti vera með hvað hljómsveit sem er Hann svaraði góðu svarað þarna, ég gef hann það Svaraði hann í alvörunni? Svaraði í alvörunni Ok, ég ætla að segja hann hafi sagt það sko, málega, hann er ekki langt frá Króksarrockinu, sko U2 Metallica Ég var YouTube-maður, ég var yngri Já. Svo spurði ég Steindi síðasta hérna Það er 0-0, djöfull er liðlega Það er samt, sko Hver er Nú ætla ég að taka þetta Hver er helsti styrkleiki Egils í bettanum að hans mati? Ég ætla að giska að það sé hann sé hérna hraustur hann getur svona, þú veist, farið í standandi 69 eitthvað staðar í stofu hjá sér Hann sagði hvað hann gefið mikið af sér Jésús almáttur Ég spurði Steinda sömu spurningu hver er helsti styrkleiki? Já, það veit allir svarið hana, það er óþægilega við þetta sko og þannig ég er veltað fyrir mér sko veit Steindi að ég veit svarið og ætlar að snúa á mig og segja eitthvað annað Já, sko, ég get Ok, ég skal hjálpa Hvað er svarið sem þú ætlar að segja? Ég veit allir svarið þarna Það er enginn að hlusta sem veit ekki svarið Ekki segja svarið Það veit allir svarið Nei, af því að það sem þú heldur Hvað er svarið? Það er ekki rétt Það er ekki rétt Það er ekki rétt Hvað er það? Eitthvað sem byrjar að há og svo L og I Það er ekki það Ég veit allir svarið Já, það er ekki það Má ég segja þessum svarið? Nei, eitthvað sem er þá ekki Nú rétt ég segja sem allir hlustundu vita Þá viltu ekki punkt Hann er fastur á hlið og heldur jöfnu stöðu tempói Það var 0-0 Jöfnu stöðu tempo Þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og já, sponsor þáttarins C.J. eða Jóhannes Ásbjörnsson er mættur hingað í stúdíu, verður velkomin Jói. Þakkaði fyrir og gaman að sjá hvað sakum minn er. Þið sömulegis. Hvernig ertu? Ég er bara fróandi góður, fyllandi fín sko. Þarna þekkið þið, það veit ég að þú ert í toppmálum. Það er svo tvær pítsuð með, er það sama í báðu kassanum með? Já, þetta er sem sagt hérna til þess að taka ekki á ykkur dýrmætt airtime þá ætla ég bara, sérst, við fórum í samstarf við Chili Hope okkar íslendinga Egil var að smaka. Ok, ég er góður sko. Þessi er fucking spicy. En getur þú sleft ananas? Nei, sko, mál er ananasinn. Ég skal að segja það. Sko, þegar þú ert að byggja upp svona pítsu, þannig erum við að vinna með fagmönnum, chili áhugamönnum og þú ert alltaf að vinna með einhverja sætu á móti. Það er að nota döðlur, það er að nota bananar, það er að nota alls konar svona hluti. Allt þetta hljómaði vel með ananas. Já, ananasinn samt gerir helling í bragðsamsetningunni sko. Þannig að veitir, nú erum við að smaka. Fáðu þér eina, ekki vera það. Það sem við þurfum að vita er að á þessari pítsu er ferskur Carolina Reaper sem er svona slow burner. Svo erum við ferskan grænan Bird's Eye chili. Svo erum við með Szechuan pipar. Veitir hvað Szechuan piparinn gerir? Ég geti ekki að hugsa. Hann deyfir okkur trantinn til þess að þið geti tekið inn meira af Þetta er sterkasta pítsan hansins. Já, og svo er þetta sem sagt, svo ertu með annars rauðlaug og ostablöndu og svo er sem sagt Naka Jólókia chiliolía sem er jóðla yfir pítsuna þegar hann er búinn. Herru, en samt ángríns. Þetta er eskilega fatt. En sko, kemur svolítið aftan að manni. En í málega, sko, fyrsti bitni var sterkur.
Nú er það verra. Þetta vestna svolítið, en hérna ég sé að þú komir. Já, býtu þetta er að kikka inn í þeir sko. Geðu þessu tæmundi. Og svo gemum maður með vaniljusjekk. Jó, býta aðeins, þetta er ógeðslega Nei, býtu sko, ég borða hann á sama tíma þú sko. Ég kom með hausverk. En er einhver sem vill borða svona sterkar? Er það? Og ógeðslega magnað. Það er svo sem ekkert svakalega fjölmennur hópur. Getur þú borðað þetta bara svona, sko, ég fíla sterkan mat. Býtu bara þetta sko. Ég loga sko. Ég tók ananas af. Svo þú sagði, það vinna á móti sterkadraslu? Ég tók hann af, sér Joe. Einn ananasbiti einna sko. Ég veit að Esper Eyvindarsson myndi. Hann kom með okkur í að smakka þetta þegar við vorum að setja saman. Það er sérst hópur á Íslandi sem að leitar uppi þessa rétti. Vá, ég verð að fara fram sko. Já, til nokkuð smas. Stundi, það er ekki gott að fá vatn og það fá sig. Vatn gerir ekki neitt sko. Nei, það er sko. Þetta er sann, vá, hvað þetta er hefi. Damn the devil to hell, sko, mér langar í aðra út af ekkert eðla góða bragðið. En hún er bara svo sterk. Nú er bara eins og Veist það, Svo er sko Svo er smá leini tvist í þessu. En sko, þetta er bara eins og þetta er eiginlega óstætt. pyntikart, eina skitt sem að ég með líður vel. Þú tökur sopan af hana segnum. Sko, í svona eina sekundu líður vel. Þannig ég sötar bara jafn og Þetta er gott trikk til að selja hérna seika en Íslands jói. Finnir sann konu brakku. Steindi, hvað fórstu fram? Ég og Blöða fórum ekki fram. Við tökum þessu bara. Þetta er nú mikið. Það er trikk sko. Þetta er vel sterk. Erst þú bara það líka núna? Já, ég er búin að tæsta þessu. Ég er bara búin að vera að geta mig upp. Þú mynda bara þól. En jú, ég ætla bara að vera hinskilinn. Býtum þetta ekki á það lengur? Ég elska shake and pizza. Ég myndi ekki fá mér þetta á matseðli sjálfur. En fyrir þá sem elskar stert, þá er þetta alveg bara fucking stert maður. Þetta er alveg stert jói. Við erum með vottun hérna frá Jehan Chili hópnum. Þetta er bara langsterkasta pizza sem er í boði á Íslandi. Ég get staðfesta. Ég er ekkert fullir það að það er engin pizza jafn sterk og þessi. Og fyrir þeir sem er að hlusta úti sem elskar sterka mat, prófið hana. Já, það er sko, þetta er gott challenge fyrir þá sem er að borða stert að prófa hvort þeir eru ráðið við þetta. Svo líka tricks. Hún er sterk á leiðin inn. Hún er líka sterk á leiðin út. Já, hún hægir þér. Er það málið? Er það klósapapir í fristi situation? Það er ekstra kikk. Sko, ég er hágreinandi. Hún er vel sterk. Ég myndi segja að ég var með fínt þól í sterkumat. Þetta er damn the devil to hell. Þetta er losar endorfín og hvernig gengur hún? Hún er náttúrulega Ég er bara fucking Þess vegna fór ég fram. Það er eiginlega bara cut to commercial þegar þannig atriði í gangi núna sko. Nú er Karolína Ríperinn að býta ykkur í nakan sko. Nú er komið setni bylgjan á okkur viðbjóðinni við. Hvað er það sem er kikkinn þá? Það er Ríperinn. Það er frábært það er. Hann kemur setna. Ríperinn núna Sko þetta bara brennir sko. Ég er hágreinandi maður. Ég held að fólk haldi sem að hlusta sem álur auðmingjar. Þetta er pizza. Prófið þetta. Já, þetta er alltaf stert. Eru þið ekki að svitna líka? Já, ég er að svitna út allt sko. Hvernig ert það að sjóða? Ég get ekki. Bara hrikalega góð Sergio, hvernig er Sergio? Skalmyndi 10. Ég held ég sé bara, þú veist, bara svona solid 8. Er það ekki? Jú. Við sko Sumar er búið, ég þarf aðeins að fara núna aftur að Þú varst á tenni? Já, ég tók tenni. Það er erfitt ég að með Rúrik sko. Það er alltaf vond að vera Passa bara ekki á myndu með honum. Bera ofan með honum. Þú varst aldrei vera myndu með honum. Ég reyndi það, sko. ég passaði með því. Ég sá ekki eina myndaði með honum. Já, við gefur bönnuðum honum að hafa okkur með á storyinu og þessu. Hann er máiðin No joke sko. Jú. Hvernig voruð það að fá svipaða? Ég er ágreinandi maður. Mér langar aðra pítsu, ég er ekki farið. Hvern aðtekli hann á tenni, þú og Rúrik? Já, ég er svona var að mynda þannig. Mér finnst þetta Sergio mjög huggulegur sko. Já, hann er mjög huggulegur. Það er samt sko Hann er brúnni á ristunum en ég er bara verða á höndunum. Rúrik er með beautiful, hann er beautifully tanned. Hann er með svona voluptuous tan. Hún er bara að vinna. Hún er að vera að vinna í þessi 15 ár. Hvað heitir þessi pizza? Hún heitir Jehan Chili pizzan. Þetta er nú mikið. Og þetta er allt sér innfluttir sko chili-pipar. Veistu hvað pirra mig? Veistu hvað pirra mig Sergio? Hvað? Út af hún svo góð á bragðið með langar í aðra. En ég ræði ekki við aðra sneið af þessu attack sem er í gangi á þessu. Það er ekki samt loða þér í. Það fer ekki, akkur fer ekki. Þegar þú ert búin að taka fyrstu slæsuna og fyrsti svona, þú veist, og farið á aðra, þá ertu bara, þú veist. En hvernig fer núna eftir bræðið? Bara dofna rólega bara. Þið eru með 2 tíma þátt hérna sko. Já, þið eru góðir sko. Ég ætla að taka máli, ég ætla bara að setja og loða. Það sagði að þetta er skárið í Sjá það heil. Ég kom niður sneið 2 maður. Þú finnur alveg að munnur er búin að venja þessu. Já, það er bara búin að dofna á þér munnur sko. Hvað er í þessu sem er að deyfa með munnin?
Szechuan pipar. Herru, hérna Hvað snillingur búið til? Veistu hvað sögu ég sagði strákunum í blöðkassanum daginn. Ég sagði ekki hvaða par hefði komið inn hurðina. Ég sagði þeim frá hérna, gaman að þú skulle vera hérna þegar við vorum bara 3 inn í herbygginu og það kom hérna kærustupar inn í herbyggi. Já, með ólituna. Já, mannst þeirra Simmi fór hún hnén og var óskar til hamingju. Já. Byrju, fór hún á hnén? Það fylgdi ekki sögunni. Hann fór hún inn á hnén að leika við strákin. Já, ég held að hann bara staði í lappinu, fór hún á hnén? Fór hún að leika við magan eða? Nei, fór að leika við guttan. Gutti með. Já. Sem var orðin. Akkur var hann að fara hnén að leika við hann? Hann bara, var svona nutta á hárið og svo skemmtilegur aldrei Já, ég skilji. Og svo fór hann að klappa bumbuna. Svo, hann klappaði ekki á bumbuna. Nei, hann sagði, og bara annað á leiðinni og sætti svona hendina. Já, og þetta í einu skipti sem ég verið inn í rými þar sem bara hitast ég fór niður. Það bara kólnaði inn í herbygginu. Við sátum allir og Sveppi náttúrulega að drepast og við bara það gæti enginn hugsa, þetta var svo óþægilegt. Ok, setja út fullar og skýt. Maður gerir þetta ekki. Þetta er aftur búið eskulett. Akkur varst að fá þér aðra sneiðina. Og það setja og sagði að þetta væri skárraði að segja við sneið 2. Þetta er klálega skárraði en fyrst í brunin. Já, mögulega, ég sé það. En það er óskrifað regla, drengir, að sama hvað, þú bara aldrei segir að fyrra bara, já ok, og áttu von, þú bara gerir það ekki. Þú að manneskja sé komin sko 10 mánuð á leið og bara í einhverju rugli. Það var að góða fyrir mig þarna því ég var ungu, ég var 21 ára og ég lærði það bara strax að svona bara gerir maður ekki, þú segir ekki. Já, hann eiginlega gerði okkur mikið greiða. Við gátum allir lært af þessu. Þetta er rosalega sterk. En að setja geta svona þeir eru einhver hétur sem er að hlusta og segja ég er svo auðmingjar og vilja prófa þessa pizza í kvöld geta það farið bara available í kvöld Já, hún er bara Þú getur ekki talað Er hún available í kvöld? Setja og plataði mig Það er miklu verri í 2 Sveitnisneiðin er ekkert að gera allir greiða Það er miklu verri, prófaði 2 Nei, ég er að lagast núna Það er geggjað að taka tvistin Ég er nefnilega núna fyrst ára góður, ég er ekki að fá mér aðra sneið Nei, ég fer í Banderas En ég hvet alla sem ráða við þetta að fara í þetta Já, þetta er nefnilega Og svo er þetta bara, þetta er bara eins og með hörða eiturlíf, þú mynda bara þól sem við kveitum engur til þess að mynda Ég ætlar ekkert að vera með ég og pítsu Nei, ég held að þú veist, ég veit ekki hvað maður þetta kostar svo helviti mikið Það voru dýr Þetta pizza full times Við ætlum að heyra hérna í Palla og Birni og svo fyrir við í Klefa Jói, takk fyrir Pizzan er góð Hún er braggóð Ég veit ekki hvort ég að þakka þér fyrir ekki en það var alltaf að gegja að sjá þig Þetta er ákveðin upplifun Já, þetta var kikk maður er einhvern veginn að vakna allur Algjörlega Alltaf gaman að hitta Jóa maður Jesus Christ FM 95 Blu Í samstarfi við Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllina FM 95 Blu með ykkur hér á FM 957 Við erum ekki beinni útsendingu núna við Steindi því að við erum hérna inn í Klefanum góða Og já Steindi, ég held að hugmyndan þínar sé að ná botni núna Já sko Því ég ætla bara að segja eins og er að þetta er þín hugmynd Þú vilt koma nýjan dagskrálið sem heitir Skitt í þig Já, ég sko Það verða fertur Nei, já Voru við ekki líka að byrja með podcasti því við ætlum að fara svona þroskast aðeins Já, sko Þetta er góð leið í það Nei, bara málega er að við vorum sestir inn og við vorum að veltaði fyrir okkur Hvað er að gera? Hérna... Ekki segja við Nei, Þetta var alveg þín hugmynd Já, ég var bara, mér sem bara fyndið ef við ringjum, já, er þetta Guðmundur? Já, sætla blessaður, er þið skitt í þig? Ég veit ekki alveg hvað gerist bara ég er svona spennt fyrir því Já, spennt hvað gerist En við tókum að fundu daginn þegar við erum að gera síma þetta Við myndum aldrei ringin neitt sem við myndum ekki gera við okkar nánustu Þannig að við séum ekki ljótu við fólk Þannig viltu þá ekki bara ég byrji ringi mömmu Jú, það var svona planið þú myndi byrja Þannig að ef ég gerir þetta við mömmu mína þá er ég lagi að gera þetta við eitthvað annan Já, ég myndi segja það, þú veist, ef þú ringir í mömmuðina og segir þetta við hana þá hlýtir nú að mig að ringja bara í eitthvað út í bæ Þannig ég er að fara að ringja núna í mömmu og segja að skýti þessu Já, það var Og svo ringið þú í eitthvað út í bæ Mér myndi þykja væntu það, myndi gera það Herru, ég byrst afsökun á þessu liðum við skulum bara prófa þetta hérna að tjekka mömmu Já, en þú ringir einhvern, þú þekkir ekki þann sem þú ringir Nei, ég ætla að ringja ókunnar en ég er mjög spenntur fyrir þessu Ég er ekki spenntur, en ég ætla að byrja með mömmu Halló Mamma Já Hæ, dröði Já, hæ, sko Hvað segirðu? Fint bara Herru, hvað það brasa? Ekkert sérstæðart Ok, getur þú gert mér smá greiða? Það fyrir eftir hvað það er Erstu heima? Ég er heima eins og já Ég er að fara á kvöldvakt Já, getur þú rölda hans inn í eldhús? Já Erstu komin inn í eldhús, eða? Já Og skýtt í þig? Er ekki allt í lagi með þitt? Hvað er aðauðun minn? Ertu inn í eldhúsi? Já, ég er inn í eldhúsi Já, skýtt í þig?
Nei, aldrei. Bæ. Sko, þetta alveg, þessi liðin hræðilegur. Já, hann bara viðbjöður. Nei, hún sagði bara, nei, ég ætla ekki að skýta í mig. Og það, sko, ég er svona smá vona einhver að segja, er það málið það? Á ég bara að gera það? Já, okay. Já, ok, Pítur, ég geri það þá. Og einhver skýti í sig. Hvert vildu ég ringi? Ég var til að myndi bara ringja í bara einhvern. Bara einhvern út í bæ? Já. Okay. Halló? Já, Ólafur. Já. Sæll og blessaður. Hvað þú staddur? Dalvík. Dalvík, herðu? Já. Eitthvað ljósastur? Gætur hendir út fyrir utan og tekið utan að ljósastur og skiti í þig? Hvað segirðu? Skiti í þig? Áttu eitthvað bátt eða? Hæ? Meira venjulega. Nei, ég var bara velta fyrir mig hvort þú getur lappa bara opna út eftir hurna, lappa út og tekið utan með ljósastur og skiti í þig. Til hvers? Nei, bara. Ertu flokksbundin pírati eða? Nei. Ertu meiri hluta borgarstjórnar? Nei. Þá hlýtur að vera eitthvað. Hefur þú prófað að ringja nefn á gæðdild og vita hvort það er í plásanda þér? Nei, reyndar ekki. Nei, ég held eftir að prófa það. Ok. Já. Nei. Hörðu, ég fekk lestu. Hvað var þetta maður? Já, hann var ekki stuði fyrir að fara út og grípa utan ljósastur og skýti í sig. Nei, Jesus. Ég skil hann svo sem ágætlega bara að vera ekki til í það. Nei. Svo því ég var að pæla í þessu betur. Já, þetta var nýja dagskrálinn skýti í þig. Já, og hann er komið til að vera. Ég veit ekki hvort hann haldi áfram. Þetta Kaleo með Hey Gringo. Þökkum Jóa, við erum náttúrulega fórum í klefa þarna milli. Þökkum Jóa, kærlega fyrir komuna. Og sko þessi pizza, við þurfum náttúrulega að peppa our sponsor. En ég svona vil vara fólk við þessari sko. Já, ég veit ekki farið það sjálfur. Þú þarfst að þola vel. Já, hún er rosa sterk sko. Þessi fíla þetta og að halda þér fíli sterkt þetta prófa hann allavega. Já, ekki spurning. En það er eiginlega bara komið að spurningakeppni Gilsarans. Það komið henni. King of being normal. Já, það er mjög eitthvað skrítin keppni en hjólum bara í hana. Já, sko, þetta er bara svona út af því ég var að hugsa í morgun, ég vaknaði bara þið eru báðir celebrities og svona, hver er svona eðlilegri og þannig að King of being normal koncept sem ég er með. Ok. Og vanalega svo svona raða í spurningun upp, ég var að fatta núna að það eru random, það sem eru fyrir utan Björk sem eru hvað eru svona ok, Kalli og er búin að vera ekki rákið til sluti en er ekki Björk svona eina súperstjarnan á Íslandi? Þetta er það að fara. Jó, svona erlendri grundu. Já. Er það ekki? Já, það er samt fullt af fólki samt sem er þekkt. Já, CrossFit krátið allt eru hot celebrities og já, Íslandi er bara svona Johannes Hogg, Hollywood actor og Björn Lehner og já, en ég er að tala svona þú veist ekki eðlilegur á Íslandi sko, þá það er rosa skrítið. Ok. Yes. Hún er stoppið út á götu allstaðar í heiminn mörgulega. Þú veist gæti lendi því. Já, ég meina Eiður er stoppaður út á götu í London og Barcelona allstað sko. Já, með mitt. Byrjum með það. Sko ég skeita þess. Nú. Já, ég skeita ekki þetta, það er bara vanlega að raða ég þeim upp. Já, ég spurði rétt á hann. Já, ég veit. Þess að fatta ég þegar að komnir á era it's random, en það er bara það byrjum bara. Já, ég meina þetta er samt sömu spurningar. Já, er þetta ekki allt sama? Jú, í rauninni sko. Hvað það náður í sneiður? Alltaf að fá aðra sneiðu? Nei, ég ætlaði bara að fá mér Ef þetta entertain me, var nokkur eitthvað færi í aðra sneið? Næ, bara ekki glæta, ég skil ekki okkur þú vorst í aðra. Áttu heima í fjölbýlishúsi eins og flest fólk? Á flest fólk, ég er í raðhúsi. Langt flestir í fjölbýlishúsi, já. Nei, ég er í raðhúsi. Þetta er raðhúsi blöðum? Já, ég er í húsi. Og er þú í fjölbýlishúsi, Stendur? Ég er í húsi, já. Og þið fóðu ekki punktana? Nei, það er bara svo það er. Áttu úr sem kostar meiri 50 krónur? 50 skall? Já. Nei, ég held ekki. Jú, ég fekk að fyrir 10 ára hérna, ég lík fyrir 10 ára hjá fyrirtækinu. Yes. Ég er samt aldrei með það. Þú er loyal employee koncept. Já, ég veit ekki hvað það er. Hvað típ er það?
Ég man ekki hvað, ég er engin úrakall sko. Ég er svona að reyna að vinni að vera úrakalla. Þetta er svona eiginlega, við getum verið með svo lítið skart, skiljið. Við getum verið með keðju eða úr. Hvað heitir áttur? Velum eða eitthvað? Nei, ég man það ekki. En ég held að það kostar mér 50. Hvað veist hvað það er? Ég mari með þér í stúdíónu þegar að komin í stúdíó og gáður úri og skoði til hamingi með að vera, hvað sem er á employee lengi, 10 ár? Shit. Þannig að ég var punkt á leiðinni. Ég þarf að finna, það er potið heima, ég myndi aldrei heima. Já, Reddals er öll inn í stúdíu og pikkaði í þig og... Há rétt við þér. Já, ég þarf að finna það. Ok, það er 1-0 fyrir stenda. Nei, mér. Nei, þú veist, þegar hann er normal, þú veist, þú ert úr sem er dýrar 50 skall. Velgt fólk á ekki úr sem er 50 skall blöð. Það er 1-0 fyrir mér, já. Þannig að einu venjulega maður bókar sér vanalegi frí erlendis með 3-12 mánaða fyrirvara. Hefur þú bókað til tenni með sólarhrings fyrirvara? Já, ég gerði þetta. Bara tenni, akkur ekki bara til útlanda? Það var ekki hjá mér. Þú segðu bara til útlanda? Nei, hann er að stjórna þessu spurningkefni. Nei, ég hef ekki gert það. Akkur valdur þetta ákveðið land? Ekki tenni, nei. Punktur og blöð. Takk. Það er 1-1. Þau eru báðir frekar normal, þannig séð sko. Venjulegt fólk hefur farið í mestalegi 1-3 skimanir. Hefur þú farið í 6 eða fleiri skimanir? Nei. Já, ég hef farið í kannski 6. Nei, þú ert í 9. Kannski 6. Er ég alveg 9? Ég er ekki 9. Ertu ekki með þetta dokument? Getur ekki fara á heilsunar og séð hvernig það varst skimað? Jú, öruglega. En ég held að fólk að það nefnir að byrja að henda þér út og mætir. Sko 6-8 trúður og eyðileggja fyrir... Nei, blöð, þú veist, þú ert aldrei að eyðileggja fyrir neinum að fyrir skimun. Jú, þegar þú kemur svona oft. Nei. Og það er ekkert að þér. Nei. Og hóstar aðeins og ert mættur að það nefnir. Þetta er fyrir fólk sem er actually með eitthvað svona einkennir. Já, hvernig get ég verið að eyðileggja fyrir því? Það fyrir líki í skimun. Þetta er bara röð sem myndast. Það fyrir tími í þig. Ef það stendur okkur hálsunum og hóstar, það fyrir skimun. Hann fyrir niður eftir að hann reykur við. Þetta er orðið kjánulegt. Ég held að sé allir að það nefnir bara með hundleika. Annars get ég mætt hingað, smitað ykkur, þið farið heim til ykkar, smitað kannski einhvern af ykkar sem er veikur fyrir. Ég er bara að gera þetta fyrir ykkur. Ég er bara að missa báða afa mína en takk fyrir að rifja það. Þegar þú segir þetta svona, Steindór, þá ættu að hugsa um aðeins sjálfa þig. Já, ég er alveg góður. Nei, hann er bara að hugsa sjálfa sig. Nei, hvað, ég meina, ef COVID myndi aldrei, ég ætla ekki aldrei að segja aldrei, en COVID myndi líklega ekki býta mikið á mig. Ég er bara á þannig aldrei og ekki með undirliggjandi sjúkdóm. Sko, maður þú veist, ég held ekki. Þannig ég fekk punkt, er ég komin yfir að því ég er normal. Sko, venjulegt fólk hefur ekki farið og lagt snekkjunni sinni og labbað 15 metra í morgumat. Hefur þú gert það? Nei, ég hef ekki snekkju. Ég hef ekki gert það. Hann horfir eitthvað með. Hefur lagt snekkju og farið í morgumat blöð? Þú sagði lagt snekkjunni þinni? Já, svo með í leigu, at the time. Ég hef aldrei leikt snekkju heldur. En hefur verið í snekkju og lagt henni? Þú ert að breyta spurningunni. Nei, þetta er, ég er ekki að segja að þetta er eigana. Kjum hvergi fram, þú er eiga snekkju. Nei, ég hef verið í snekkju, lagt henni, farið úr henni, farið í morgumat, farið aftur í hana og farið í burtu. Það er basically það er rosalega. Þannig þú ert að spyrja, hef ég verið í snekkju sem hefur lagt eitthvað stað? Basically að segja það, sko. Það er ekkert normal. Það er ekkert normal við það. Og þú? Alls ekki, ég hef aldrei gert það. Punktur að segja, það er 2-2. Nei, þetta er ekkert eðlilega spennandi. Bara rosalega. Venjuleg gæjar fíla jöllur en ertu gjössanlega blöðru óður? Nei. Að maður sé að hlæja þessu og bara taka þátt í þessu er agalegt sko. Nei, sko, nú þurfa menn að vera hreinskilir. Að sjálfsög. Já, svarið er nei. Ég er ekki júlóður. Nei, bara korðir. Það er bara mjög spesað skælökun. Ég hef ekki farið þangað. Ég er alltaf að segja það. Ég hef ekki farið þangað. Nú verður ég að fara að taka upp hanska fyrir Steina. Hann er ekki sem ég farið þangað. Auðvitað, þú veist að ég hef ekki farið þangað. Ég veit það, ég var að segja það. Hvað stama ég? En sko, ok, en að þú er bara svo venjulega menn. Já. Ok, punktur á blöð. Já, nei, ég er ekki. Ok, 3-3. Þetta fenguð, það er bara, já þú veist, hinn venjuleg maður fíla jöllur en síðan hinn er gjössanlega blöður óðir og það er sem spurðið það sko. En fenguð ekki báðir. Já, þú veist, blöður óður sko. Við erum hvoruðir það. Þið eru venjulegir. Já, þá fáum við báðir. En þú myndir segja ég er blöður óður, þá myndir ekki fá punkt, þá er þetta ekki venjulegur. Ég veit það, og þú sagðir, Öddi, þú fær punkt. Nei, báðir, 3-3. Þú sagðir samt bara Öddi, já. 3-3, asshole. Finnst þér eðlilegt að vera horni þú veist að stöðumáluvörð?
Nei, þú veist, ég veit ekki Þetta er erfið spurning Helviti varst snöggur að svara þarna Steindi. Já, þú veist, ef ég Áður en að PC Steindi tók við. Nei, ég hugsa bara ef ég sé stöðum alveg vörð ég verð ekki horny. Nei, það er bara þannig. Ég er bara hreinskilinn. Færðu ekki bara pínu eftir hvernig stöðum alveg vörðun lítur út? Því ég myndi halda það og ég held meira þess að þótt að það væri huggulegu stöðum alveg vörður þá held ég að verður ekki horny. Nei, þú myndi kannski hugsa bara á þessi sætt. Já, ég myndi hugsa það. Þetta er nei hjá mér. Já, þetta er nei hjá mér líka. Sko Og ég held að þú hefur orðið það. Tiltölulega eðlilegt. Já, ég var ekki, nei, ég var það ekki. Þú gafst þessum gæja númerið þitt. Gæja, þetta var píja. Var þetta gællað? Já, það var bara kona. Hann er gagginniður. Já, ok, ég er bara alltaf stöðumalvörður. Ég var ekki maður að spá í hvað. Það kynir þetta Það er konur sem vinna. Já, ok. Það er bæði kyn sem vinna. Já, ég veit að það, ég ætla að vera gæi, sko. Það er bara okkur þess að það er gæi. Og svo skrítið, ég fjölskyldur. Hvað mikið eftir þessu? Hvað okkur þess að ég var eftir nokkra spurningar. Já, þú myndir alveg vita það. Ég má sjá. Vitleysa er þetta. Venjulegt fólk skríður ekki allsbert af vinu sínum. Gerir þú það? Ég hef alveg gert það, já. En þá er ég ekki að tala um það sem þú ert að tala um. En ég hef gert það, já. Ég skal bara viðurkenna það. En það var ekki tengt þér sem betur brekka fyrir blöðunar, sko. Segðu þú nú þegar ég svara fyrir þér, sko. Já, ég held ég hef aldrei gert það. 5-4 fyrir Steinda. Sko, það er sko, nú er 2 spurningar eftir. Þetta er aldrei verið spennandi. Nei, þetta er mjög spennandi. Ég er bara hlakað til þegar þetta er búið. Hinn venjulegu gómur sér engaþóttur á Instagram, en hefur þú labbað inn í eina á Reykjavíkurflugvelli og gefið 0 fucks at the time? Þú eiginleikur það. Hvað flokkast þú til að gefa 0 fucks? Það var svo þú labbaður inn í hana. Ég var samum allara og allt í kringu. Það var mér ekki, nei, það var þetta nei. Þú varst bara, jú, þú varst að hugsa sjálfa að þú labbaður þinn. Hvað varst að hugsa eitthvað allt annað? Já, ok, búndur. Herðu, já, ég þarf að tjekka hinn. Steindi, þú farið einhverjum? Nei, ég hef ekki farið einhverjum. Það minnir maður eitt. Venjulegt fólk á kannski 34 stellingar sem það róterar, en ert þú einungis á hlið? Nei. Ok, sko, þannig er blöðum. Var ég að jafna hann hana? Nei, 6-5. 6-5 Steindi. Þú ert king of being normal. Já, má ég segja nei við svarinu? Svarið mitt var nei aðna líka. En þú ert svona tætt eðlileg, 6-5. Já, takk. En betur hvar, ákveður var hann eðlilegri? Því að ég veit það ekki, hvað ég fara að reyna þetta upp. Bara hlusta á þáttur á morgun. Það sem að þú hélst að hann myndi fá stig, það er laugans úti eins og með blöðrurnar og það allt ekki. Já, ég veist, hann svaraði ósatt nokkuð sinnum, sjáum því. FM 95 Blu í samstarfi við Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllina. Það er Slippfélagið, Keiluhöllin og Túborg sem færi ykkur FM 95 Blu og búinn, takk fyrir að fylla á kjallin hjá okkur. Sko, hefði ekki verið bjóri í kjallinum í dag daginn sem að Ronaldo skrif undir, þá hefði maður verið brjálaður. Ég er ánægð með Búa, hann bara við báðum, sko, hann hlustar á okkur. Það er alltaf bara mála, má ekki gleyma því Þráinn sem er einn mesta fyllibitta í fyrirtækinu sem er á bylgjunni, hann er á laumastindin og svona það er partilestin á bylgjunni, þetta er Heimi Karls. Þráinn er stundum eins og hundur hérna, bara einhvern veginn skríðandi í kælinu. Ekki Vammendar Richard, sko, sem er alla mótna, sko. Svo er Rikki G að drekka á mótnana, sko, það er rosalega, sko, mála, Rikki drekkur á mótnana, ég sé að bylgjumenn er að koma enda setnipartin, sko. Hann er trollfullur kælin og menn ég sko, ég get alltaf lokað mjög annað með og já, við hvetjum eða alla talandi um Keiluhöllina og Shaken Pizza, við hvetjum þá sem þóra að smakka Yegan chili en farið valega því að sko, ég er góði núna. Þetta tók alveg 5 mínútur sko. Þetta er mjög sterkt og þannig að þeir sem elskar sterka mat reyndar setti, já, Jói setti náttúrulega ólíun á pizzuna hjá okkur þannig að sko, þú getur sleppt ólíunni og þá var þetta kannski ekki alveg já, sko, hann sagði að pizzan væri mjög sterk, en þú far síðan ólíun á kant til að gera hann ennþá meira spæsi og hann heldi henni á sko. En ég ætla að róa þetta að setja niður og fara í sturla staðreyndir sem að margir vilja meina að sé virtasti liður FM 95 Blu. Ég hef ekki heyrt neitt segja það. Maður keyrir þetta aðeins niður. Já, ég er hitta fullt af fólki sem er bara er það svoleiðis? Að kasta þessu á mig. Já. Og er hrossaskítur það? Það er hrossaskítur og bara allt eins og á að vera og ég held með þess að til dæmis Egill verður mjög ánægður með fyrstu. Já, veistlega. Og ætti samt að vita þetta en Sylvester Stallone handskrifaði handritið á Rocky á 3 dögum. Hann átti ekki $100 inn á bók, hann átti ólétta konu og hund sem hann gæti ekki fætt en neitaði að selja handritið nema hann myndi fá að leika hlutur til sjálfur. Þetta er rosalega saga sko. Og honum var boðið $20,000 sem var rosalega penningur fyrir hann á þeim tíma náttúrulega. Já, hvað, hann skrifaði hann handritið á? Já, 3 dögum, hann átti ekki ritvél og það voru ekki konu tölvur. Já, bara okkur hótel einn, eitthvað lítið lýsir og bara... Já, bara okkur heimaði með eitthvað. Já, bara... En ég finnst bara svo geggjað við þannig að neita að selja handritið fyrir fullt af penning nema hann myndi fá að leika þannig að voru nokkur sko stúdíó sem að... Myndi fikk Óskar það ekki? Já.
Hann vissi hann er superstar. Já, það er vel gert hjá Slæm ef hann er að hlusta til lukku með þetta. Ég er mjög gaman á svona bíumstaðnendum og hérna kemur önnur. Heath Ledger byrjaði að sleikja á sig varirnar sem Jokerinn því að sílikonið í örunni yfir andlitið á honum var að síga. Munið, hann var svona allir skorinn og þegar hann var að byrja að síga á svona andlitið á honum, hann var alltaf að setja tungur til að halda uppi og svo fannst honum þetta bara svo geggjað í hlutverkinu og Christopher Nolan var sammálað, þannig að þetta var svona his trademark. Okay. Þetta er skemmtileg starf. Næsta. Já, kvenkins merðir. Vitið hvað mörður er? Animal. Já, svona a ferret. Já sem var í Long Came Polly fyrir ykkur sem ekki ennþá að tengja. Þær deyja ef þær fá ekki nóg mikið að kynlífi. Já, það er styrlu starrend. Ok, það var bara ef hann basically steindi ef að konaði verið mörður þá var hann döð. Nei, það var alls ekki döð. Málega nóg að vera þarna. Þetta var barnanlegu brandari steindi, ég byrst afsökunum. Nei, bara allt í lagi og ég er með beitt bak og ég er stemnist maður, ég tek þetta. Ég verður bara að skjóta þig út af sjálfum mér. Næsta, fólk vil freka vita hvernig það deyr en hvenær. Sem sagt ef þú fengir að velja. Já, hvenær er hræðilegt. Já, en samt ef ég myndi til dæmis frétta að ég myndi deyja í flugsleysi, ég myndi aldrei fyrir fluguláttur. Sko, mér finnst þetta samt vera rosalega, við höfum rætt þetta áður. Já, ég var ekkert að veit í hvort myndur frekar. Já, en við höfum samt rætt þetta áður hvort, ef þú gætir valið myndur þú vilja vita hvenær þú deyrð. Mér finnst þetta ógeðslega interesting dæmi að því að ég hef alveg farið, sko, ég hef sagt já við þessu. Og líka þetta er basically hvort myndur þú velja. Nei, ég er að segja, þú veist, við höfum rætt þessu umræðu. Já, hvort myndur þú frekar vilja vita hvernig þú deyrð eða hvenær? Já, ég myndi vilja vita hvenær. Já, frekar, en þú veist, en myndur þú vilja vita hvenær? Ef þú mættir á það, ef ég geti sagt þér það. Auðvitað, ekki. Af hverju ekki? Það er málið, af hverju ekki? Af því að ef það er eftir 6 ár, þá myndi ég ekki njóta næstu 6 ára. Ertu viss? En myndur ekki hugsa, ok, ég hef 6 ár, ég ætla að njóta þeim. Nei, ég var alltaf bara þegar ég myndi horfa á syni mína og myndi ég bara fara að grenja. Vitandi að ég myndi ekki fá bara aldrei. En þá getur þú samt alveg farið í það mún líka núna bara því að þú mynd deyja einhvern tíma. Já, og þá voru þeir kannski 50 eða 40 eða 60, ég veit það ekki. Vonandi ekki 50, hvað ert þú þá gamall? Var ég 90? Ekki 60, þú ekki lofa því að þú voru döður þegar þeir eru 60 Veit ef þeir eru 50, sagði það? Já. Það var ég nýraður. Það er gott að ná þeim aldrei. Byrjaði helviti seint. Herru, hætt að láta mig líða illa á þessum degi. Ára næsta. Hákarlar fá hiksta þegar þeir verða æstir eða graðir eða sexually aroused. Já, þá byrjaði að hiksta. Já, ekki einhvern veginn haldið að þeir yrðu það. Það var líka eitthvað rosa skrítið að segja hákarl hikstandi. Er þeir ekki bara samland að reyna að leita fæðu? Þeir fjölga sér, það lítur að vera. En ég held að það væri bara eitthvað svona, ég veit eiginlega ekki hvað að gera og gera bara eitthvað. Ég vissi ekki að það væri eitthvað sigland Hvernig fengur þið síðast hiksta, munið það? Minn var í Manchester. Það er mjög langt síðan. Já, er ekki Það er ekki óvanlegt að vera alltaf með hiksta. Já, það er líka svo vond. Ég ræddi þetta mitt eftir þá ferði í þættinu þegar þú komið, þá var ég með hiksta og var að útskýra fyrir að ég var ekki það fullur, samt orðin fullur, það er versta sem lendir í sko. Það er verst í heima, en málega er ef maður fær hiksta þá heldur maður bara niður þessu andanum. Nei, ég reyndi allt. Er það? Með þess að drekka vatn á kolvið? Já, trúðu mér, reyndi allt, lit bregða mér. Hver var að bregða þér? Bara strákanir. Þú þrýfur hendurnar alveg vel með köldu vatni eins og heitu. Þetta kom mér pínu óvart. Steinþórs. Já, þú meinar. Já, ég er alltaf haldið að þetta heitt vatn. Ég var að svitla að segja að maður þurfa að þrýfa með heitu. Það er bara manure. Greinilega. Ég held að segja a manure. Hvað er mörg manure í dag? Bara 1. Yes. Þetta meikar samt alveg sens. Ég meina þú þrýfur á þér líkamann með heitu vatni í sturtu og hendurnar yfirleitt svona með volgu. Ég reynda bara. En ef þið þrýfir skóna þína með tusku og köldu vatn og tusku og heitu, það er miklu erfiðara með köldu. Já, heita virka betur. Hendurnar eru ekki skór. Nei, ég er bara að segja, okkur virkar það betur með heitu. Maður þrýfur á sér tennurnar með köldu vatni. Já, hárrétt. Já, þú ert með tannkrem asshole. Já, þú ert með sápu. Já, ég er bara svona veltaði fyrir mér. Nei, þetta er fálega góða punktur sko. Þetta gæti verið bara hárrétt. Þetta er möguleg ekki manjör. Síðasta 80% kallmanna yfir 25 ára hafa pröfað Viagra í Bandaríkjunum. Já. Nú spyr ég drengi, þeir eru báðir komnir yfir 25 ára aldrun. Hafið þið tekið eina bláa? Já, ég gerst það. Í flippi eða þú varst horni? Nei, bara í flippi. Og þetta margir hafa gert það svona í partyflippi sko. Já, veist, var það í einhverju djóki eða var það tengt kynni? Nei, ég held að það hafi ekkert að veri bara. Þú verið lengi á hlið það kvöldið? Ég fæ ekki eins og er ég núna orðin eitthvað Viagra kallin? Herru,
Hérna ekki Nei, það var ég held mér hafa einhvern tímann áskotnast bara svona spjald Skilur? Heilt spjald? Áskotnað eftir eitt spjald? Já, eða þú veist Þú talaði svo steppi í blöðkastinu Stalstu því? Nei, stalði ekki Það er alveg margir sem eiga oft eitthvað svona sko. Og erum við talandi steppa á blöðkasti Við minnum á að við vorum í sjónvarpi í fyrsta sinni í myndavel á síðasta blöðkasti og það er inn á fm95blöð.is Við erum eiginlega bara árið sjónvarstáttur á netinu Allavega einu sinni í manni Kannski til þar Við ákomum að prófa þetta hvernig fólk mun taka vel í þetta Fólk tók vel í þetta Strákar, til að gera langa svo stutta ég fekk gefist töflur Ég ætla að segja og þá var meira bara svona ég bara sér hvað ég er með og ég bara tók eina en svo veit ég ekki hvort það hafi verið einhver munur skilur, ég veit það ekki Pottjett, jú Já, þú veist, jú, pottjett, en skilur þú veist, þetta er meira kannski bara eitthvað svona og það er bara að ljúa mér að koma heim að djaminu með gömlu Já, en það hefði ekki verið neitt munur bara glimtu hugmyndinu Já, pottjett, þú ert viagra kall Nei, ég skal bara viðurkenna þú ég prófaði þetta og þú voru ekki að fara að segja með því þið blí standi eins og bara eftir viagra þú voru ekki með það Hvað er svo að kæfta þið? Það var Sylvester Stallone, Heath Ledger kvenkins merðir þarna fólk veit fyrir ekki að vita hvernig hann deyri heldur en hvenar hákalla var hegsta þegar það var æstir þrýfur hendurnar jafnvel með köldu og 80 árs kallmanna Þetta öskar á mig Hvað ætla þú að taka? Ég ætla að taka hákallana þeir séu eitthvað hyggstandi sko Ég fatt að það Sko hyggsti var ekki að töfla með hákallana Það sem var að töfla með þar að hákall er sko fiskur en ekki spendir Það er svona, þú veist þegar þeir stundi ekki mög þetta er fiskur Ég sagði þeir að vera æstir Hákall er ekki spendir sko En sko ég velti fyrir mér sko að sé með að þrýfa hendurna með köldu og heitu Þetta er alveg annarkvort sko Veitu, eru hákallar ekkert að þeir stundi ekki mög Þeir eru ekki svo Hvalur er spendir en hákall er ekki spendir En hvernig þetta gerist til þeim þá bara einhvern veginn að segja styrla starrend Ok, ég ætla bara að gefa ykkur eitt núna Steindi með þetta rétt Kjaftaði var hérna með hákallana En það er styrla starrend Það veit ekki hvernig hákallar fjölgar sér Nei, ég var einmitt að spá í Ég er goddamn fish Já, ég veit það, hvernig fiskar Hann er fiskur, hann er ekki spendir Það lítur einhver egg að myndast Já, bara svo lax fer ekkert á bak Hann bara kemur bara allir úr hroggun og sé ekki bara nýr lax Þetta er ekki lókið, sko Saman með hákall Þannig að kannski Það er samt að stað Það veit ekki hvernig fjölgar sér Þannig að það þarf ekki raunni kallmannsfisk Til þess að vera með í dæminu Þannig að það er bara eins og kvenkinsfiskurinn er kannski bara með fer bara allt í hérna að regna ég bara spái á hugsa Við hringjum bara David Attenborough næsta þetta Ég er bara að setja bara að laga þrýr heimskir að tala þetta sko Já, bennið ekki FM 95 Blöð í samstarfi við Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllina Já, þetta er ekki það, bara komið að lokum hér hjá okkur í dag en við vorum að debata hérna í auglýsingum og vorum eiginlega að hugsa nýjan lið fyrir FM 95 Blöð Já, sko, við vorum að ræða þetta kemur í kjölfara, við vorum að tala hver væri besti söngvari landsins við vorum að tala það En, sko, en þessi liður verður samt ekki þannig við erum ekki bara að finna besta söngvara Íslands þetta er meira, þú ert að velja rétt lag Já, við vorum sko að byrja með karaoke-keppni FM 95 Blöð Nei, söngvakeppni Þetta er ekki karaoke er drast Söngva/karaoke Já, en sko liðið er að fara að syngja bara karaoke úr tölvu hérna bara eins og við gerðum í FM 95 Blöð En það er undirspil undir okkar Þetta er söngvakeppni Þetta er sko Nei, þetta er karaoke Er það? Ég myndi að þetta væri sko virtasta söngvakeppni bara í heiminum Fólk, sko, þú vilt ekki Blöð að fólk fara í stúdíó, taki upp lag og við spilum það, það er bara að syngja right over here Já, hérna Það þarf að velja lag og við spilum það hér Yes Sko, ég er að spáta ekki til þess að, þú veist, finna út Ok, hvað myndi þetta að vera margi keppnir? Ég veit það ekki Ef þú segir 6 6 Nei, 3 þættir 8 er 8-10 keppnir Ég er að spáta Þetta er bara, þú veist, þetta er 8 bestu söngur á landsins, eða ekki? Já 8-10 Já, mér langar Já, það er gátt við, ekki 6, það er alltaf, þetta er bara búið til 5 Sko, drengi, við eigum heimasíðu, við eigum fn95blöð.is Ég er að spá í, eða væri hægt að fara inn á hana segjum á næsta föstudag Við værum búin að græja þar að fólk geti sendt þar inn og færi bara á síðuna á forsíðu væri bara hvaða söngvari viltu sjá í keppninni Eða sönguna Já, bara söngvara Þú sendir inn nafnið Þú veist, það getur verið Sverri Bergmann Mér finnst mjög líklegt að hann færi hann inn og þú veist, eitthvað svona og þeir bara 8 mann sem fá flest atkvæði fari í keppnina Þannig að þá er þjóðin að velja 8 bestu að þeirra mati Já Og svo eru þessir 8 keppnir að fara að keppa hérna og það er alltaf eitt sem kemst áfram ykkur þetta Sko það er rosalega erfitt að velja 10 þetta Það poppa svo margir söngarar upp sko Já, en þess vegna látum við bara hlustendur velja þetta En eins og Blöð sagði Þeir söngarar sem fá flest atkvæði keppa Sko, að þú ert með 8 bestu söngarar landsins
þau eru það góði söngvar, það ekkert að segja þessi er betur söngur en hinn, þannig að þetta er mjög mikið lagavalið. Ég var til að sjá Getið ímyndað ykkur bara Jóra Guðrúnu, ég var til að sjá Steppa Jakobs, þú veist, Bríett, við erum að tala Frikka Dór, Jón Jónsson, Björn Jörund, Birgittu Haugdal, það er svo rosalega margir sem poppa upp í hausuna með núna, Já, það er bara 8 sem Getið ímyndað ykkur battle, Birgittu Haugdal vs. Bríett. Það er alveg battle. Það er rosalega, þetta verður alltaf bara hvor velur betra lag. Já, en hlustendur en líka performance plan, ekki bara lagið. Þetta er ekki eitthvað símakostning, við þurfum að hafa þetta einhver alveg kostning að allir geta kosið sem er að hlusta. Þannig við vitum í lok, við förum betri yfir þetta en við þurfum að skipleggja það. Þetta er góð hugmynd. Þetta verður hér í FNÍ blöð klukkan orðin 6 og hvernig er helginni? Við byrjað þér Egill. Það eru helgin, ég mögulega að spá að kíkja í steik og raut út af þegar Cristiano Ronaldo var að sæna hjá United og ég var aldrei betri. En vikan er nú bara þannig að nú fólk að fara að gera það sig og sporthúsið er að lifna og ég ætla að minna fólk bara að þið ekki kort, kíkja á Þrösti sporthúsinu og Geta Páls og náðu okkur í kort og kíkja á mig og félagann. Er þetta ekki mest busy season eftir sumar? Sko, fyrsti mánudagurinn í september sem er þá sko, í raunin er það mánudagurinn 7. sept þá ætti öll gym á Íslandi verið svo maurabú. Fyrsti mánudagur í sept, það er bara þá er geðingi byrjuð. Enga takmarkanir. Við erum að koma til þín í drikki og grill á morgun. Grill sig að fara. Ég eru ekki að fagna félagandi með Ronaldo kominn og ég veit það nú ekki, en þú bauðst okkur bara í grill áður og vissir þær fréttir, þannig að þetta er bara, við erum að fara að grilla og drekka rauðvín. Fínt að tengja við það. En eigi góða helgi, kæru hlustendur, við verðum mættir hér aftur næsta föstudag en verðum að sjálfsögðu mættir með blökastið á þriðjudaginn fyrir ykkur sem er áskrifendur. Þá er það bara fn9fm.is eða eru ekki áskrifendur og þar eru 5 þættir sem bíða eftir ykkur. Eigi góða helgi og heyrumst annarkvort á þriðjudaginn eða föstudaginn. Það er ekki bra? Ég gæti setja þetta til 7 sko. Ég var alveg til í eitt kaldan í viðbót og setja þetta bara og plappa sko.